kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 17. október. Í liðinni viku bárust þau mikilvæg og góðu tíðindi að friðarsamkomulag hefði náðst á Gazasvæðinu. Þar beitti sér af alefli Donald Trump, forseti Bandaríkjanna. Hann beitti ekki aðeins Hamas-samtökin hörðu, heldur einnig Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, lét hann meðal annars biðja stjórnvöld í Katar afsökunar á loftárás sem Ísraelar gerðu þar í landi fyrir skemmstu. En Trump hefur látið mikið að sér kveða í sambandi við þetta mál síðan að friðarsamkomulagið náðist. Og hann ætla að sýna ykkur hérna örlitla glefs að því hvernig hann tók á forsætisráðherra Breta í sambandi við það allt saman. Where's the United Kingdom? Where's Russia? Come here. Is everything going good? Very good. That's very nice of you here. These people all came in like 20-minute notice. And I think it's fantastic. Þannig hann að undirstrika það að það voru Bandaríkjamenn sem að leiddu þetta verkefni og hinir leiðtogarnir komu með mjög skömmum fyrirvara. Sennilega ekki 20 mínútna fyrirvara en stuttur var hann fyrirvarinn. Nú er að streyma hjálpargögn inn á Gazaströndina og við vonum að fólkið sem að þar býr við ömurlegan kost sjáum fram á bjartari daga. Hérna eru fréttamyndir af trukkum sem að flytja matvæli, lyf og annað inn á svæðið. Hins vegar erum við að horfa líka upp á það að gíslarnir sem að haldið af föngnum á Gazaströndinni, þeir eru komnir til síns heima, þeir sem eru enn á lífi, en reyndar ekki líkin öll sem að var heitið að myndu koma í sömu ferð. Tyrkir hafa núna sendt rústabjörgunarsveitir til aðstoðar Hamas-liðunum til að reyna að finna jarðneskar leifar þessa fólks. Eitt sem vekur mikinn óhug er svo staðreynd að engin kvennanna sem var tekin sem gísl lifði dvölin á Gazasvæðinu af. Það má rétt velta fyrir sér af hverju Hamas-liðarnir tryggðu að þær kæmu ekki tilbaka og yrðu ekki til frásagnar það sem þar gekk á. Og því miður verður að segjast eins og að það er ekki úti þessa óöld inn á Gazasvæðinu. Hamas-samtökin hafa nú skriðið út úr holum sínum eftir að loftárásunum lauk og nú hafa þeir tekið til við að hreinsa til á götum borganna á svæðinu. Við höfum fengið fréttamyndir og spurnir af því hvernig Hamas-liðarnir ganga núna á milli hverfa, á milli gatna og taka þar fólk af lífi. Í einhverjum tilvikum fólk sem að þeir telja að sé á móti sér og hafi staðið með Ísraelum, en fréttir berast einnig af því að þeir séu að taka fólk af lífi af handahófi. Hjálmtýr Heiðtal, sem er formaður samtakana Ísland-Palestína, hann hefur reyndar stigið fram á netmiðlum og varið Hamas-liðana og sagt að þarna séu þeir einfaldlega ganga milli borðs og höfuðs á þjófum og öðru fólki sem hefur verið að berjast gegn hagsmunum palestínsku þjóðarinnar. Þetta undirstrikar auðvitað í eitt skipti fyrir öll að samtökin Ísland-Palestína er ekki annað en systursamtök Hamas-samtakana, hryðjuverkasamtaka sem eru bönnuð allan heim. Við skulum fylgjast áfram með þessu máli og kannski bera þessi máli á góma hér í umræðum fréttir vikunar, en við munum auðvitað á síðum Morgunblaðsins mbl.is og í spursmálum á komandi vikum fjalla ástandið þarna fyrir botni Miðjarðarhafs. Í spursmálum í liðinni viku gerði ég að umtalsefni styrki íslenska ríkisins til samtakana Outright International sem eru hinsegin samtök í New York. Þau að greiða forstjóranum sem að undirritaði samning við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur þetta framlag daginn 40 milljónir í áslaun og æðstu stjórnendur samtakana taka 10% af öllum þeirra tekjum til sín í laun. Það var mörgum og óvið að heyra þetta og dreifingin á þessum upplýsingum var gríðarleg netheima. Það olli því að Þorgerður Katrín, fyrrnefndur utanríkisráðherra, sá sig knúna til þess að koma með yfirlýsingu á Facebook þar sem hún greindi frá því að hún liti á þessa þróunaraðstoð til ríkisbubbanna í New York eins og Marshall-aðstoðina að vera að ræða. Marshall-aðstoðin, hún var sett á laggirnar af hálfu Bandaríkjanna til að endurreisa Evrópu þar sem að hún var í rústum eftir seinni heimsstyrjöldina. Og ég veit ekki alveg hvað heimi utanríkisráðherrann en ég held að það séu allir hver einasti maður sammála að þessi samanburður stóðst enga skoðun.
Hún hefur reyndar líka reynt að halda því fram að þeir sem hafi bent á það að þessi styrkveiting sé úr öllu korti séu í raun á móti þróunaraðstoð og þátttöku Íslands í þeim efnum. Ég held að það sé ekki alveg rétt metið. Hins vegar gera skattgreiðendur á Íslandi sjálfsagða kröfu til þess að peningur sé vel varið og þeim sem sé komið á staði þar sem að þeir eru þörf. Fjárþörfin að sönnu mikil víða og hún líka mikil hér á landi. Mér langar í því sambandi til að drepa niður í mjög áhugaverðri frétt hér á síðu 4 í Morgunblaðinu morgun, þar sem að greint frá því að Landspítalinn komin á viðbúnaðarstig. Spítalinn yfirfullur af fólki, sjúklingum sem komast hvorki lönd né strönd, meðal annars vegna þess að það ekki hægt að reisa hér hjúkrunarheimili við hæfi, en það líka annað. Stjórnvöld standa ekki við loforð sem hafa verið gefin uppbyggingu í tengslu við bráðamóttökuna. Fyrsta stopp fólks sem kemur veikt inn á spítalan. Ég ætla að drepa hérna aðeins niður í greininni. Stjórnvöld tilkynntu í byrjun maí að bráðamóttakan yrði stækkuð 700 fermetra viðbútarhúsnæði sem ætti að vera tilbúið fyrir lok þessa árs. Í þessu húsnæði eiga að vera 20 legurými, vaktherbergi og annað. Að ræða einingahús sem smíðað erlendis, ekkert bólar á húsinu og nú lítur út fyrir að það verði ekki tilbúið fyrir með vorinu. Þetta bara til marks óráðsíu og einnig til marks það að stjórnvöld ekki að beina kröftum sínum að þeim málum þar sem eldarnir brenna, þar sem að Íslendingar eiga í hlut. Ég óska eftir því að innan tíðar komi hingað utanríkisráðherra sjálfur, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og ræði þessi mál. Það gengur einfaldlega ekki að sú manneskja sem fer fyrir utanríkispólitík landsins láti ekki sjás í viðtölum af þessu tagi. Nóg það. Hér verður sneisafullu þáttur með ýmiss konar umræðu. Ég ætla að hitta Dagbjörn Eggertsson og Hildi Björnsdóttur. Dagur var í borgarstjórn og var borgarstjóri. Hildur oddviti sjálfstæðismanna í borginni sem ætla að ræða eina stóru miklu lóðalegu samninga sem gerði voru við olíufélögin fyrir nokkrum mánuðum síðan. Í lok þáttar kemur svo Steinþór Gunnarsson fyrir bankamaður og segir sögu sína en hann var nýverið hreinsaður af ásökunum og dómsniðurstöðum íslenskra dómstóla. Hann var dæmdur í fangelsi hér eftir hrunið en nú komið í ljós að hann satt saklaus inni. Áður en að því öllu kemur fæ ég hingað til mig 2 frábæra listamenn, Kjartan Loga Sigurjónsson og Magnús Jóhann Ragnarsson, píanista. Þeir ætla að ræða við mig fréttir vikunar. Sneisafullu þáttur eins og ég segi, en áður en að því kemur þá ætlar Ásthildur Hannesdóttir að fara yfir það með okkur hvernig pólitíkin leit út á samfélagsmiðlum þessa vikuna. Gjörðu þið svo vel. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Málaðu heimilið í þeim lit sem hugurinn girnist með Copal innimálingu, svansvottuð og íslensk framleiðsla. Máling. Komdu með í skíðafrí til Ítalíu. Brekkurnar bíða þín í ítölsku Ölpunum. Bókaðu þína ferð á úrvalútsýn.is. Ert þú búinn að kíkja á fitnessport.is? Fjölbreytt úrval af fæðubótarefnum fyrir fólk á öllum aldri. Fitnessport.is. Fyrir fólk eins og þig. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að velja á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistarlausnirnar sem henta þínum vinnustað. Stjórnmálafólki okkar lét eitthvað allt annað en lítið fyrir sig fara í vikunni sem nú að líða. Þetta náttúrulega ekkert venjulega athyglisjúkt og fyrirferðarmikið fólk og við bara dýrkum það. Landsþing Miðflokksins var á allra vörum í vikunni enda búið að stilla upp 9 liði í brúna og Simmi Dabbi, eða ætti ég kannski að segja Simmi Pabbi frekar, var alveg sjúklega hress og brattur með þetta allt saman og kannski smá hissa líka. Eða kannski virkaði hann bara svolítið hissa því að það virðist vera sem að hann hafi fengið eitthvað augabrúnan mennar Guðrúnar Hafsteins að láni fyrir landsþingið. Þar hélt hann algera eldræðu eins og honum von á vísa og virtist vera svo stoltur af nýjasta miðflokksprinsinum Snúlla másinni sínum sem gæti náttúrulega bara alltaf eins verið sonur hans. Bæði aldurs og skoðanarlega séð, ekki vegna einhvers annars. Snúlli hreppti hnossið og var kjörinn varaformaður Miðflokksins síðustu helgi, en ekki hvað? Fresh meat is all you need og Simmi Pabbi, hann veit það.
hráttnautahakk@simmidabi.is. Það bara ekkert eitthvað tómt kjara, sko. En elsku Snúlli til hamingju og bara breaka legg, sko. Og bara vonandi verður þú ekki útskúfaður úr fjölskyldunni eins og ályktanir almennings gera ráð fyrir. Ertu ekki bara góður strákur og vel upp alinn? Ég held það. Líkamsræktarbuffið Sigríður Andersen nýr þingflokksformaður Miðflokksins og tekur því hlutverki af Begga sem skyndilega dró framboð sitt til varaformans tilbaka halla öllum á óvörum og sko, ég veit það ekki, Sigga Negla, hún mun fara létt með þetta jobb enda hefur hún sko slökkt í stærri stupu með þetta margoft áður. You go girl. Já, heyrðu, Jesús, sáuðu skvísumyndina sem Diljamist postaði í vikunni? Sjó, sessi. Öfgasæt. Greinilegt að sjöllurnar Dilja og Rósa Guðbjarts hafi verið í mjög miklu skvísustuði en Rósa myndaði sig einmitt í gömlum og geggjuðum leðurjakka mömmu sinni og skellti bara í story eins og ekkert sé. Dilja var nú þekkt fyrir það sama að klæðast einhverjum gullmólum á mömmu sinni. Þær eru svo grænar eitthvað inn við beinið. Annars kveikti brennuverkurinn Bryndís Haralds bál á dögunum til styrktar góðs málefnis. Í kjölfarið var svo fyrsta brunaæfingin haldin í sögu Alþingis. Sko í sögu Alþingis. Magnaður andskoti. Þetta náttúrulega alveg klassískur hugsunarháttur. Æ, það kemur ekkert fyrir mig. Nei, Alþingi náttúrulega yfir að hafið að vera með rýmingaræfingar. En ég meina kannski hefur fólki bara ekkert litist á blikuna. Að Bryndís gæti kannski bara farið eitthvað ógætilega með eldfæri eða eitthvað, maður veit það ekki. Þarna voru allavega hlaupandi þingmenn út allt, misléttur á fætu þetta, en reyndi eins og að þeir gátu að hlaupa eins og fætu tóguðu, eins og þetta væri bara þeirra síðasta. Algjörir krútkögglar, sjá þá. En þetta var svona öryggi á oddin vika því að einhverjur heimsóttu líka landhelgisgæsluna og allt saman. Allir með þetta allt á hreinu. Ingibjörg Isaksen fekk heldur betur góða heimsóknir á þing frá Hafdísi Hrönn, fyrrverandi þingkonu Framsóknarflokksins, sem mætti hérna á samt lillanum sínum, Sigurði Inga. Hann mætti náttúrulega halda að hún væri alveg beyond leiðtogasleikja með því að fara að skýra son sín í höfuðið á núverandi formanni Framsóknarflokksins sem að ætla sig greinilega bara að setja sig fastast á þessum formannstóli. En nei, haldið ekki að Sigurður Ingi, hinn eini sanni, sé ekki bara tengdapabbi Hafdísar og þar af leiðandi afi Singa litla junior. Allt innan fjölskyldunar. Sigurður Ingi hafði í nógu að snúast í vikunni þegar hann var ekki að afast á þingi. Hann hitti til að mynda þessa cirka 1, 2, 3, 4, kannski 8 framsóknarmenn sem eftir eru þarna í Reykjanesbæ og fundaði með þeim og svo hélt hann líka vinnufund þingflokks þar sem að kaffistofa Samhjálpar var svona aðaltoppikið. Halla Hrund masteraði sjálfurnar eins og sjá má og svo kom hún með alveg brilljant hugmynd að bættu kennslu umhverfi í grunnskólum landsins. Ömmu og afakennsla. Takk fyrir tókall. Í alvörunni, af hverju er hún svona ótrúlega bright þessi kona? Alltaf með réttu lausnirnar. Auðvitað verðum við bara að koma þess á koppinn strax ef við ætlum að bjarga fram til landsins. Það þarf heilt þorp og allt það. Uppáhaldsorðið mitt samt hrútspungar. Hún getur kennt þessi lið eitthvað þarna. Talandi ömmur og afa. Mataræði Jóns Gnarr var, svo gott sem frekar forneskjulegt og myndi helst á þorrablót heldur en einhvern venjulegan hádegisverð á þriðjudegi. Íslenskur húskostur var yfirskrift þessarar matarmyndar hjá honum, en það er ráðgátan ein hvort að sú yfirskrift getur hreinlega tengst þessum 2 færslum á sömu hurðinni sem að Jón Spæjó deildi á grammi í vikunni. Hann er svo mikill grallara spói. Togga Gund dröslaðist á einhvern varnarmálaráðherrafund í höfuðstöðum NATO á dögunum. Þar hitt hún fyrir marga góða menn sem ætla aldeilis að sigra Pútín í Krumlu, Til dæmis var þarna vinur hans Trumps, heitir hann ekki Signal eða eitthvað, Signal League eitthvað svoleiðis. Nú, heitir hann Pete? Nú, ok, akkur fannst mér svo hann ætti að heita Signal. Æ, whatever. En vá, maður er bara dáleittur af þessari störukeppni hjá þeim Þorgerði. Þetta augnaráð, það er svo sannarlega að senda ykkur dulkóðu skilaboð. Day of my life með Sönnu Magdalenu sem lifir ansi annarsumu lífið þessa dagana, eða eiginlega bara alltaf. Hún verður að passa sig. Svo hún endi nú ekki bara á rauðu ljósi, Sanna, úrið, það lýgur ekki. Ekki vera kortir í virk, passaðu þig. Inga Sæland fór á réttargeðdeild í Danmörku í vikunni, en nei, verið alveg pottróleg, Hún fór nefnilega ekki þangað sem vistmaður, heldur bara sem gestur í heimsókn.
Því að hana langar svo til að búa betur geðheilsu fólks hér á landi og já, við styðjum það bara sjálfsögðu, þó hún ætla að gera það á dönskum sið. Það er bara ekki vanþörf á. Og Inga, ég ætla bara að segja þér, þú ert alveg ágætt. Pavel sjálfur kóngur og bestilingur sendi miðflokksprinsinum Begga Óla smá pillu í vikunni og sakaði hann og flokkin að stunda eins konar prumpublöðru stjórnmála. Það er svo fyndin. Þetta er nýja uppáhaldsorðið mitt. Prumpublöðru stjórnmál. Ég vil fá það samstíkt bara hjá Árnastofnun. Þetta orð, það kjarnar íslenska pólitík. Þið ekki sammála? Takk enn og aftur fyrir þig, elsku Pavel. JP orkumáladúti hélt jarðhitaveislu í Brussel og svona líka brilleraði. Alveg magnaður þessi gaur. Og ég get bara ekki að þið gert, en mér finnst hann alveg jafn mikill dýrgripur fyrir land og þjóð og La Bubu, tusku brúðurnar, eru fyrir áhrifavalda heimsins. Alveg jafn mikið krút og big into energy típan af La Bubu. Rómansið náði 9 hæðum á Alþingi þegar Ingvar fekk aðstoð við að binda bindisnút áður en stoppfundur Viðreisnar á Vestfjörðum varð að veruleika. María Rut, flokksystir Ingvar, stóð fyrir þeirri veislu og er ekki annað að sjá en að það hafi verið mikil stemning þarna í landshlutanum fyrir þessu. Eða kannski var það bara frí í bjórinn. Tja, hvað veit ég? Við skulum allavega enda þessa yfirferð af því að sjá heiðvirtasta borgara landsins, Heiðu Björgu borgarstjóra, allskáða, dilla sér og dansa og koma okkur í rétta helgagýrin. Woohoo! She got some moves! Jésús! Það er ekki allir að hennar aldrei með svona ótrúlega góðar mjaðmarhreyfingar. Geggjuð! Komið í salin 9. Þetta var hressileg yfirferð hjá Ásthildi Hannesdóttur eins og búast mátti við. En við erum komin hér með góða gesti sem ég veit að verða ekki síður hressilegir og skemmtilegir. Þeir eru báðir listamennlegir mér að segja en koma úr svona sikkvorum kimalista heimsins. Það er Magnús Jóhann Ragnarsson, píanisti með meru og Kjartan Logi Sigurjónsson sem er grínisti og hann hefur ekki langt að sækja það. Takk þið sagt ykkur. Komið þið sælir. Takk. Er þetta ekki allt dagsatt hjá mér? Þetta stemmir. Ég er allavega píanisti og ég miðað við myndböndir sem ég sé af Kjartani á TikTok þá held ég að ég verð að taka undir það að hann sé grínisti. Já, jú. Men ekki píanisti, svo? Nei, ekki píanisti, ekki neitt hljóðfæri reyndar, hægt á gítar þegar ég er ungur. En nei, grínisti myndi ég kalla mig, en aðalega er í stöðumalaverður fyrir borgina. Það er bara, fólk verður að borga í stæðin. Það er það sem þú gerir? Já. Af tvennu illu þá held ég að það sé nú eitt af mikilvægasta sem hægt er að sinna. Það er mikilvægt að hafa grín en fólk verður að borga í stæðin. Auðvitað, verður að gera það. Sko, Magnús, ég hef nú lengi haft í hyggju að fá þig hingað en við höfum mjög góða afsökun fyrir því núna því að þú varst að ljúka stóru verkefni í hópi góðra félaga. Þið voruð að ljúka listahátíð. State of the Art heitir hún. Frábært framlag til íslenskunar auðvitað. Já. Heitið. Segðu mér aðeins frá þessari hátíð. Hvað eru það bardúsa þarna? State of the Art, við höfum verið ávítaðir fyrir nafnið en vandamálið sem við stöndum frammi fyrir er það að það er ekkert hugtak á íslensku sem nær utanum þetta tvennt sem að hugtaki State of the Art þýðir. Það er náttúrulega bókstaflega staða listarinnar og svo jafnframt nýjasta tækni og vísindi og það er auðvitað kímið að kalla hátíð þessu nafni en jú, svo er þá alþjóðleg skírskotun auðvitað og allt það en og er vísun í það allra besta? Auðvitað, það þýðir alla þessa hluti og við reyndum okkar besta en það var ekkert sem að jafnaðist á við þetta nafn sem að Bjarni Frímann kom með að borðinu sem er félagi minn sem að stendur að hátíðinni með mér en við búum til þessa hátíð eiginlega bara til þess að hafa gaman, vera að skapa einhvern nýjan vettvang fyrir samstörf og annað slíkt sem að myndi annars ekki þrífast í íslensku listalífi og þetta gerum við með því að beina fólki saman, listamönnum og hljómsveitum eins og til dæmis Bríet og ADHD í fyrra og við erum með svokallað boðhlaup söngvaskálda og tónskálda hringekju og svo erum við náttúrulega líka svolítið að rembast við að setja klassíska músík og samtíma músík eða allavega að gera tilraun til þess að setja þá tónlist í aðgengilegri búning og bjóða upp á óhefðbundna tónleikastaði og kannski taka okkur ekkert alltaf alvarlega í leiðinni þótt við séum náttúrulega ekki að grínast með þessu Nei, það dytti ykkur ekki í hug. Nei, ekki eins og Kjartani. Alls ekki. Þið hafið ekki atvinna því. Nei. Við erum hérna með smá glefsur af hátíðinni. Ég ætla að renna þessu hérna á skjáin og gefa áhorfendum nasasjón að þessu.
Já, svo við byrjum á því fyrsta sem við sáum. Ég sést ykkur áhugamaður parruk, þessar gömlu hárkollur sem að Mozart og hans félagar gengu með. Hvað gekk ykkur til inn á þessum svakalega bar? En á næturklúbnum Átó, þetta var sem að glefsa af tónleikum sem við heldum og hétu Barokk á klúbnum. Heldum í fyrsta sinn í fyrra og verða líklega að árlegum viðburði en þar erum við að taka þessa helstu slagara barokk tímabilsins eftir Vivaldi og Haydn og Bach og félaga og setja þá í svona, hvað skulum við segja, nútímalegri búning, klæða þá bassatrommu og rafhljóðum og flytja í þessum barokk búningum með hárkollurnar og allt það inn á næturklúbbi í reykvél umvafnir reykvélum og ljósadýr og svo framvegis og með þessum hætti erum við náttúrulega að sýna fram á það að barokkmúsík sem upprunalega dansmúsík síns tíma í raun og veru mjög poppuð og aðgengileg og það sem rennir stoðum undir þessa fullyrðingu mína það að í lokalaginu sem var vorið eftir Vivaldi þá syngja allir með af því að laglínan í raun og veru mjög einföld og oft hljómrænt efni náttúrulega ekki kannski endilega Bach en Vivaldi, þetta oft mjög poppað, þetta 1-5, 1-5 það þekki allir þessar laglínur og þegar þú setur þetta í svona búning þá þetta þetta svolítið húmor í þessu og þetta kannski þetta fyndið en þetta líka bara dálítið skemmtilegt og flott, þú veist, það svona gaman að heyra þessi lög sem þú þekkir úr öðru samhengi, öllu alvarlegra samhengi sett fram á svona kæruleysislegri máta og með þungri bassatrommu og sumarið með Vivaldi til dæmis með bara dúndrandi bassatrommu og trommutöktum undir verður einhvern veginn að einhverju allt öðru fyrirbæri og það húmorískur undirtónn í þessu. Það það, vissulega. Við erum dálítið nálægt sprellinu, sko, við erum á hættulegum slóðum, sko. Ekki dreifindið að vera með parruk og í barokk fatna einhvers konar inn á svona stað umkringdur blindfullum ungmennum? Jú, þetta leit mér fyndið út. Ég sá þetta á samfélagsmiðlum, þetta bara, já, nákvæmlega á svona Instagram story dæmi og það sem fyndið að maður ekki að fylgjast nógu mikið með, það bara, þetta að gerast akkurat núna? Og þetta nýja stefnan? Já, ég hef bara hlegið, sko. Og náttúrulega skemmt mér líka, en ég hef bara hlegið mjög mikið. Þetta var mjög fyndið. Þetta var mikill og stór gjörningur. Annað dæmi, síðasta dæmi sem við sáum tekið upp í Garðheimum, ekki satt? Jú, passar. Hér ég með fræga plötu, Plantasia. Þið voru að flytja þessa plötu. Þetta eldgamalt verk, það ekki? Jú. Þetta hljómplata, við minnum sér frá 1976 eftir synthesizer eða hljóðgerfla frömuð mikinn sem hét Mort Garson. Hann hélt því fram að tónlist hefði áhrif á vöxt plantna og það nú til rannsóknir sem að renna stoðum undir þessar kenningar þótt að það hafi samt svona að einhver leyti verið viðfengt nákvæmlega því sem hann var að halda fram. En hann átti stóran og mikinn synthesizer, eða Moog Modular Synthesizer, sem ég veit nú ekki hvernig maður myndi þýða yfir á íslensku, en hann bjóð til þessa hljómplötu sem að þú ættir gagngert að leika fyrir húsplöntur þínar og átti að hvetja þær til aukins vaxtar. En það sem að gerir þessa músík svolítið skemmtilega að þetta náttúrulega líka búið til á þeim tíma sem að hljóðgerðlar voru state of the art, nýjasta tækni og vísindi. Og flestir hljóðgerðlar þess tíma gátu einungis spilað eina nótu í einu, ekki eins og venjulegt hljómborð þar sem þú getur spilað hljóm, margar nótur í einu, heldur þurftur að hljóðrita þetta ein rödd í einu eins og kammermúsík. Þannig að músíkin svolítið svona flóknari en maður fyrst kannski heyrir svona bara á yfirborðinu og þetta fattaði maður þegar maður fór að læra þetta og pikka alla músíkina upp til þess að flytja hana. Þetta dálítið dýpri músík en maður einhvern veginn hélt og svo heitir þetta náttúrulega allt einhverjum skemmtilegum titlum. Já, það maður sér það, sko. Go to an African Violet. Já, African Violet held ég Sankti Pála á íslensku, þannig að óður til Sankti Pálu gæti það heitið eða Symphony for a Spiderplant, það gæti verið veðhlaupara sinfonían eða tónlist til að sefa indjónafjöðruna þína, það Music to Soothe the Savage Snake Plant. og þessi plata, sko, hún flaug ekki hátt á sínum tíma en það var hún ansi óaðgengileg. Hún kom bara út, sko,
og fylgdi með keyptum pottaplöntum og með keyptum rúmdýnum í Sears-verslun. Já, og það er húmor í því. Já, það er húmor í því. En svo náði þetta einhverju fótfestu eftir þessum árin liðu og það var svona cult hit, sko, því að þetta bæði er þetta áferðarfögur músík, tærir tónar og tær hljómur í þessum múk hljóðgerðli. En líka náttúrulega bara konseptið svo skemmtilegt. Þetta ótrúlega, ég hlusta á þetta. Já. Þetta ótrúlega fallegt og reyndar á ég ekki þessa plötu. Hver á þetta? Þetta eintak? Já. Það er ekki gefið. Nei, ok. Það er trúnaðarmál. Nei, maður hefur að leita þessu. En já. Við getum kannski samið það hér á eftir. Já, einmitt. Það talandi músík, ég hef farið í allnokkra vínkjallara í Evrópu, meðal annars hjá einni frægu kampavínsgerð De Sousa. Þau leika á meðan að vínið að gerjast Mozart-músík sem þau telja að hafi jákvæð áhrif á gerlana. Þeir heyrðu þetta á skinni og það hafi áhrif á það hvernig vínið þróast. Mér hefur þótt þetta dálítið ósennilegt þegar ég mætti þeirra, en... Já, sko, það hefur verið sýnt fram á það að tónlist náttúrulega ekkert nema bara hljóðbylgjur og þegar að þú, lætur hljóðbylgjurnar dynja á einhverjum mólekúlum og öðru, þá, sko, ég engin vísindamaður, en mér þykir það nú bara ansið sennilegt að það hljóta að hafa einhver áhrif, ekki satt? Já, þau fullur þetta, og maður getur ekki annað en bara 3 sérfræðingur. Já. Nei, ég veit ekki með það, sko. En svo líka... Það hljómar ekki sennilega. Nei, hljómar ekki sennilega, nei. En það var náttúrulega ekki mjög vísindalegt hjá okkur að fara að flytja þessa músík eða meira náttúrulega til gamanskert, auðvitað. Já, og að halda til haga klassíkerum eins og þessu. Akkurat. Þetta mjög áhugavert. Mér finnst það fallega hugsun samt, sko. Svona eins og þetta gæti verið gott fyrir plötunar að gera þetta, eins og, platan að segja, sem þú segist vera að gera. Já, heldur fram. Það skemmtilegt að þið gerðu það í alvörunni. Akkurat. Herðin Kjartan, ég hef rekist á þig eins og fleiri á samfélagsmiðlum. Já. Þar sem þú hefur verið að grínast, en þú hefur verið að halda uppi ádeilum. Þú ert að reyna að skoða samfélagið út frá tilteknum vinklum. Jú. Hvað rekur þig til þess? Af hverju ertu svona reiður? Ég svo reiður. Nei, að bara stundum kom eitthvað svona málefni sem að svona geta farið í taugarnar á mér og í staðinn fyrir að öskra eitthvað í kommentakerfinu eitthvað út í bláinn sem bara, ég veit ekki, eyðast upp og engin mun, bara kannski mun eftir kommentinu eftir 1 dag, það mun bara gleymast. Þá finnst mér stundum dálítið gaman, ekki alltaf, stundum er það bara bull, en stundum finnst mér besta leiðin til þess að koma einhverju svona, mínum punkti á framfæri, gera grín og ef maður, hugsar handriti rétt sem maður er að segja og hvernig maður segir þetta og hvaða texti maður á að hafa, íslensku texti, þá mér finnst það geta haft meiri áhrif heldur en stundum bara öskur á Facebook og eitthvað svona. Já, og þetta nú öllu meiri metnaður líka. Já. Þú er ekki að sitja upp í sófa og nærbúrsunum heima, þú þarft að hafa dálítið fyrir þessu. Já, ég þarf alveg að hafa dálítið fyrir þessu. Þegar maður er alveg að vinna fullan dag þarna, stöðvörðum og svo kemur maður heim og bara, hvað er að gerast? Það gerir mér svo reiðan. Ég ætla að gera grínvídeó af þessu. Þetta er svolítið skrítið en stundum gerist það að maður er svona, þetta er smá fáránlegt. Hvernig get ég gert grín að þessu? Og svo koma ég og Íris kærasta mín með eitthvað hugmyndir hvað með þetta og þetta fyndið og pælum í nokkra klukkutíma, skrifum handrit og svo bara ok, gerum þetta. Og það við erum búin að vera að gera á hverjum degi, bara myndband á hverjum degi. Svo bara, og svo er ekkert meira að hugsa það en bara gera það og hugsa bara, er þetta mikið, er þetta fyndið, og þá bara pósta maður því. Og svo bara er það komið út á samfélagsmiðla. Og svo út af að við viljum gera á hverjum degi, þá bara, þetta gekk ekki, eða þetta gekk ekki vel, gerum næsta vídeo. Og viðtökurnar hafa verið gríðarlega góðar. Já, jú, ég myndi nú alveg segja. Það er ekki hægt að leyna því að neita því. Nei, ég er alveg sammála því. Ég hef alveg fengið dálítið svona ego-trip, dálítið, út frá þessu, sko, stundum. Bara maður er alveg... Hvernig lýsir það sér? Ertu að rífa fram fleiri sektir? Já, ég er að rífa fram fleiri sektir og ég er svona, maður kannski búinn að setja eitthvað myndband sem er komið 3.000 like eða eitthvað á samfélagsmiðlum og margir búinn að horfa á labba maður niður í bæ svona. Já, var þetta ekki flott hjá mér? Svona að reyna að sjá. En svo er ekkert mikið af fólki, sérstaklega þeir í búningnum. Ég veit ekki hvort fólk þekkir mig út á götu.
út frá því. Já, kannski þarf að gera myndband í stöðum eða... Já, ég held að sko, engin eitthvað. Heyrðu, þetta var geðveikt TikTok-ið í dag. Já, það er kærlega fyrir. Takk, þú ert samt að borga í stæði. Já, en ég held ég verið svo elskaður í vinnu. Ég rakst á þessi vídeo og það þurfti ekki að segja mér það oftar en einu sinni eða tvisvar og reyndar tengdi maður strax við nafnið að þú ert auðvitað sonur landsþekkts grínar. Jú. Já, þurfum við eitthvað að taka það frá hver það er? Sjá það ekki allir? Það sjá það kannski allir en fyrir sem að það er að Sigurjón. Það er Sigurjón Kjartansson. Já. Og jú, við erum með alveg svipaða takta, getur verið sko. Já. Það er sonur hans og líka það að við erum frekar líkir sko. Og það er líka bara oftast bara skemmtilegt hrós ef það er eitthvað verið að bera saman við alveg að mínum að alveg gott grín á Íslandi sko. Já, mér finnst þetta tóna, það eru einhverjir svona þræðir í þinni ádeilu og þinni nálgun á höfundarverk Guðins sem er þetta orðið bara áratugi og allir þekkja sko. Já, einmitt, já, takk fyrir, já. En var það þá sjálfgefið að þú færir í þetta? Hefur þú verið að grínast frá blautu barsbeini eða? Jú, maður hefur verið grínari í gegnum tíðina sko. Nei, ekkert eitthvað sjálfgefið sko. Maður bara hefur, jú, ég sá þetta í rauninni sko, maður hefur ekkert verið eitthvað að ná að fungera í einhverjum venjulegu vinnum alltaf sko. Það verður ekki tekist? Nei, ekkert alltaf. Jú, ég er alveg á góðum stað í vinnunum minni núna, Reykjavíkurborg, en við erum bara, en ég hef alveg tekið eftir að þetta er eitthvað sem að, eins og núna sérstaklega þegar maður er eitthvað að byrja að gera þessi vídeo sem ég byrjaði samt bara fyrir 3-4 mánuðum að gera sko, að þetta er eitthvað sem virkar mjög vel fyrir mig, ég get gert nákvæmlega það sem ég vil, gert hvað, og þetta er bara svona stutt skemmtileg vídeo, hentar mjög vel akkurat núna sko. Stangast þessi framleiðsla ekki neinu á við siðareglur bílastæðasjóðs? Ekki enn þann dag í dag og ég hef ekki spurt og þori ekki að spyrja. Nei. Ertu menntaður leikari? Nei, ég er ekki menntaður leikari. Ég var bara að klára menntaskóla fyrir 2 árum. Þegar ég bara hætti í menntaskóla og var stöðumálverður og hætti sem stöðumálverður. Já, byrjaði svo 5 árum seinna aftur sem stöðumálverður. En nei, ekki menntaður í neinu því, bara gerði þetta. Já, menn þurfi ekki enn til að vera með fórlega mentu til að standa í þessu. Nei. Ég ætla að spila hérna sömuleiðis nokkra sketsa svo ég grípi til góðrar íslensku. Já. Alveg flutur? Já, alveg flutur. Geggja, finnst ekki gott að vera komin? Jú, bara geggja. En TK, samgöngunar, maturinn, fólkið, bara miklu betra. Já, ok. En já, svo elti ég gamla Fissi heim, þannig að... Fissi? Fissi því tussa. Bara please, hætti að vera svo mikið íslensku. Nei, ein meir. Gróði. Núna stend ég eftir einni, seg upp á flugið og boði vittu til vinnu hvað verða dýr. Til að vera ekki og seint, ekki stóra mennan, ekki væri gest, meiri naklandsköpi núna 1, 2, 3. And we have to walk a whole block just for a bottle of water. Do you remember? Þessi er klassikur. Djöfull leiðist mér. Þessi tala mér í aðstæðum. Seinasta verkfall var alveg smá lit. Ég veit að strákunni elskuðu það alltaf. Verkfall! Já, fuck it. Já, fuck it. Vei! Strákar. Herðu, þið reddið ykkur. Hæ, Íris. Gaman að sjá þig, Íris. Hvað gerir þú í sumar, Íris? Ég er bara að vinna og svo bara til í Bísa með stelpunum. Ó, ég biðst forláts. Haltu áfram með söguna, vinsamlegast. Ert þú búinn með þinn hluta, Kjartan? Já, ég er búinn að senda það sem voice memo. Við erum að gera skriflega ritgerð. Getum við ekki bara pekað þinn? Ég á 5 börn og 10 hundar. Ég má eiginlega ekki bara að þessu, sko. Það var allt og sumt. Já, einmitt. Mjög gott. Þetta er gott af... Hvað með þetta leið að sér? Ertu komið með tilboð? Nei, jú, maður er ekki tilboð, maður er bara, það hefur haft, maður þarf að senda meila og eitthvað, er að taka eftir þessu, hvað ég er að gera og eitthvað, og það hefur verið áhugi og það getur eitthvað mögulega í framtíðinni eitthvað gerst, svona, já, ég get eiginlega ekki sagt meira. Ertu með spá?
Magnús? Já, það kemur mér ekki óvart að maður myndi sjá Kjartan á skjám landsmanna einhvern tímann í náinni framtíð, sko. Takk. Þú ert náttúrulega að einhver leyti að gera svolítið það sama og State of the Art, við vorum bara að skapa okkar einn vettvang fyrir tilraunir og eitthvað skemmtilegt og þú fer bara að búa til myndbönd sjálfur og deila þeim og svo fær það ákveðin hljómgrunn og boltinn fer að rúlla. Já, einmitt. Er það ekki nákvæmlega það sem að internetið ekki síst hefur gert að verkum að þessir hliðverðir sem áður stýrðu för, Ríkisútvarpið og eftir atvikum Morgunblaðar, þeir ráða bara ekki endilega sem för áður? Jú, einmitt, þetta er alveg í raunin alveg geggjað plattform til að geta þetta, bara setja vídeónuna út og það eru mjög margir notendur þarna sem bara geta flett þessu upp og bara séð nýtt vídeó eftir þig þráttur þú sért ekki, einmitt, og byrja RÚV, bara sína hvað sem en það líka bara, það sem ég hefði viljað náttúrulega gera náttúrulega hvernig Skjár 1 var á sínum tíma bara, þeir voru bara að gefa út einhverja þætti á sínum tíma, það voru bara grínþættir, eitthvað og þá var bara nýjir listamenn sem að fengu að gera það, Pop TV svo sem líka, eitthvað svona þannig grín og eitthvað, ég svona sakna svona, hvað maður kallar úlingastöðar, eitthvað svona, eða svona, ég veit ekki hvað maður kallar, það er svona TikTok í dag, ef maður myndir svona TikTok, Instagram Reels líka, það er mjög margir sem segja, já ég ekki á TikTok, en það allir á Instagram Reels, skilur við, þannig að maður sér alveg að fólk að læka þar líka, sko. Þannig að þetta það er alveg skemmtilegt, en maður man eftir tíma, Pop TV og Skjá 1, sko. Já, ég meina fjölmiðlaumhverfið náttúrulega bara svo ótrúlega breytt og Pop TV og Skjár 1 höfðu náttúrulega kannski aðeins meira frelsi fyrir einhverja tilraunamennsku, eins og segir veita ungu fjölmiðlafólki tækifæri sem að kannski í dag núna þessi vettvangur, Instagram og TikTok og samfélagsmiðlana, það er annað áhugavert við þessa tvo miðla sem þú nefnir, Instagram og TikTok, að það virðist vera rosa svona mismunandi, ég nú notandi á báðum þessum miðlum, en ég tek eftir í kynningamálum State of the Art og eins með mína eigin músík og svona, þá TikTok, stundum virkar eitthvað á TikTok og ekki á Instagram Reels og öfugt, ég veit ekki hvort þú tekið eftir þessu og sko, demografían er allt önnur á TikTok, virðist vera að talast yngra fólk heldur en kannski á Instagram, en það er ótrúlega skemmtilegt að finna skýrt að maður sé ofta ná til yngri markhóps í gegnum TikTok. Maður ofta að miðla sama efni og það er bara, mér finnst það ótrúlega áhugavert að reyna að læra og skilja hvernig þessir miðlar virka, af því að það sem eitt af megin markmiðum State of the Art einmitt líka þessi miðlun, hvernig getur maður miðla því sem okkur finnst, sem að öll músík, saman hvort það er jazz eða samtímatónlist eða flóni eða eitthvað, þetta á allt rétt á sér og okkur finnst þetta allt frábært og ég bara í þeirri einlægu trú að þessi allir tilbúnir að leggja við hlustir ef að miðlunin nógu einlæg, þú ert kannski tilbúin að hlusta og segja að þetta ekki fyrir mig eða mér fannst þetta leiðilegt, en þú allavega hlusta þér og bara alveg svo það hollt að pína börn til þess að lesa eitthvað sem erfitt, þá þarf líka stundum að augra sko áhorfendum, finnst mér líka upp að vissu marki, þetta auðvitað fín lína, maður vill að fólk mæti og maður vill ekki vera koma fólki illa á óvart. Það má ekki misbjóða fólki, en það samt hollt fyrir fólk að fara stundum fyrir flytjendur og áhorfendur og alla að fara stundum út úr þægindarhringnum. Ég held að það sé líka eitt af markmiðum State of the Art, sko. Skemmtilegt og vonandi komið til að vera. Ekki spurning. En að öðru, það eru þetta stórtíðindi sem að hafa dunið á okkur að undanförnu núna síðast þetta stóra friðarsamkomulag fyrir botni Miðjarðarhafs þar sem að Donald Trump hefur farið mikinn. Hvaða augum líta menn sem að fást við það sem þið að gera þessar hörmungar og síðan tilraunir manna til þess að slökkva þetta ófriðarbál? Já, jú, náttúrulega frábært að það sé komið einhver svona friðarsamningar á þessu, en ég veit það ekki, ég allan mjög mikill bandamaður Palestínumanna, ef við ekki bara gegnum þetta viðbjóð sem Ísrael hafa verið að koma að hliðra, en þetta líka bara fyndið að mér líður eins og þetta sé smá svona leikrit akkurat núna, svona sjá það friðarsamningar akkurat í gangi og þetta bara allt frábært, skilur og bara Trump fyrir Nobel Peace Prize núna, eitthvað svona og hafðist nú ekki. Hafðist ekki og
En vonandi helst þetta og allt það, en ég er ennþá hræddur fyrir hönd Palestínumanna. Friðurinn brothættur náttúrulega. Já. En hjá þér, Magnús, hvernig horfur þú? Já, ég auðvitað fagna friðarsamkomulaginu og vona að það haldi. Þetta er náttúrulega hræðilegt ástand, en þetta er náttúrulega lengri og flóknari deila heldur en átök undanfarinna 2 ára og já, ég vona bara náttúrulega að friðurinn haldi og að átökunum linni, sko. Og það má segja ýmislegt Trump, en hann hefur náttúrulega, honum hefur tekist þó þetta. Sumir segja hvers vegna gerði hann það ekki fyrr, en það eru ýmsir vinklar á þessu máli. Ég held að skoðanir mínar, brjóta persónulegar á þessum málefnum eigi kannski ekkert endilega mikið erindi við alþjóð. Betri seint en aldrei. Nú er hann að snúa sér að Pútín og Zelenski og vonandi að menn nái tökum á því ástandi líka. Maður kannski hugsar ekki síst til Palestínu þjóðarinnar eins og þú nefnir, Kjartan, og nú horfum við upp á einhvern veginn næstu ofbeldisöldu. Nú er hætt að rigna sprengjum, en þá koma Hamas-liðarnir upp úr hólunum og virðast samkvæmt fréttamilum vera að drita niður mann og annan á götum úti. Er þetta fólk bara statt í endalausu helvíti? Sko, eins og ég segi, ég er ekki einhver talsmaður, ég er ekki alveg 100% að mér í öllu sem er að koma. Það er að koma svo ógeðslega mikið af fréttum þetta. En náttúrulega það er náttúrulega aldrei gott að vera að drepa mann og annan. Maður vill bara frið og allt það. En eins og maður segi, eins og mér finnst eins og hvernig Ísraelsmenn hafa verið komið að þessu og ef þið hafið séð Louis Theroux, hann heimildaþættina sem voru á RÚV, það var alltaf að segja bara, hann var að tala við palestínsk fólk og hafa bara sýnt nákvæmlega hvernig helvíti palestínska fólkið var að lifa þarna, sko. Og ég mæli með að fólk alltaf bara kynni sér þessar skoðanir bara í gegnum, eins og til dæmis þetta sýnir allan að fyrir mér mjög mikið bara hvernig þetta er í alvöru, sko. Það deilir enginn að þetta er í raun og veru helvíti á jörðu. Aðeins léttar efni svo við göngum nú ekki alveg að fólki dauðu hér sem að situr límt við skjáin eða með þetta í eyrunum. Aðrar fréttir vikunar sem að svona gripu ykkur, það er svo misjafnt í öllu þessu fréttaflóði hvað það er sem að við veitum athygli eftirtekt. Magnús, stóru tíðindin af öðrum vettvangi? Sko, stóru tíðindin, frá mínum bæjardyrum séð eru þetta sveiplegt fráfall D'Angelo, Michael Archer, söngvara og tónlistarmanns frá Ameríku. En hann sem sagt féll frá eftir baráttu við briskrabbamein, einungis 51 árs að aldri. Og hann er gífurlegur áhrifamaður í tónlistinu og hefur haft mjög mikil áhrif á mig og heilu kynslóðnar af tónlistarfólki. Og það var í rauninni bara algjörlega upp úr þurru sem að þessi tíðindi berast vegna þess að það var engin almenn vitneskja að hann væri að glíma við einhver veikindi eða neitt slíkt. Þannig að þið haldið því alveg fyrir sig prívat? Já, hann hefur verið mjög prívat persóna, Hann gaf einungis út 3 hljómplötur sem eru allar algjörlega sígildar og höfðu mjög mikil áhrif á tónlistarlífið allt, og var mikill fullkomnunarsinni og þegar hann gefur út sína aðra plötu Voodoo árið 2000 þá verður hann að svona algjörri popstjörnu og það fer eiginlega alveg með hann, athyglin og vera áleitin kyntákn og fleira þeim dúr og hann leiðist út í óhóflega neyslu áfengis og eiturlyfja og einangrast mjög mikið en snýr svo aftur með meistaraverkið Black Messiah árið 2014 ef ég man rétt og svo hefur maður heyrt fregnir af því undanfarin ára hann sé að vinna að einhverju nýju efni og við aðdáendur hans erum náttúrulega bara bíðum spenntir og svo koma þessar fréttir að hann sé fallinn frá, maður náttúrulega bara, já þetta hefði mikil áhrif á mig ég var mjög sorgmæddur yfir þessu. Getur verið að þetta verk komið út þrátt fyrir allt? Maður spyr sig vegna þess að samverkamenn hans hafa tjáð sig það að plata sé á næsta leiti og að hún sé langt komin, þannig að maður veit ekki hvort að það muni einhvern tímann líta dagsins ljós eða ekki. Ég vona auðvitað að maður fá að heyra eitthvað og að það sé tilbúið en já, maður veit aldrei með hans vinnubrögð, það var oft sem að hann var með bókaða tónleika og
féll svo frá þeim áformum á síðustu stundu og fleira í þeim dúr. Ég átti einu sinni miða á tónleika hjá honum í París 2018 og hann hætti við nokkrum dögum fyrr. Ég fór nú aðra tónleika í staðinn, þannig að ferðin, það rættist úr ferðinni en það var engu að síður leitt að ná ekki að sjá hann, sérstaklega í ljósi þessara fregna. Já. En Blessuð sé hans minning. Já. En eða frá þínum bæjardyrum síðan, Kjartan? Hvaða fréttir eru svona helst? Já, hvað er efst í hugan? Ég beðist afsökunar, en maður var bara eitthvað, já, ég ætla að koma í þáttinn og svona. En jú, mér fannst, allan ein frétt sem var á MBL var að það var eitthvað, að það var skjár þarna, mjög komísk frétt myndi ég segja þá, sem að virkaði ekki hann í mjóttinni. En svo kom á laginnar að hann virka núna. Hjá Strætó? Hjá Strætó. Og þetta var frétt á MBL og ég sá þetta bara rétt í þessu, bara rétt á hann og náttúrulega leiðilegt á meðan hann er svona alveg fréttum mann sem hann brennur svo mikið fyrir og ég hef ekki klátt að kláta. En ég byrðist af þessu. Varstu mjög sorgmættur yfir þessu? Þannig að mér er bara leiðilegt, fólk bara veit ekkert hvernig, get ekki eins og hort á skjáinn. Jú, þau hefur náttúrulega getað hort á símann en hann er komin í lag. Þannig að það fyrir öllu. Og þetta er svolítið úr þínu geira, þetta er svona úr samgöngu geiranum í Reykjavík. Já, einmitt, nákvæmlega. Við stöðumalverið þurfum líka, við ferðumst í Strætó til að komast á milli bæjarins. Þið fáið ekki frítt í stæði í Reykjavík? Nei. Engin fríðindi sem fylgja? Nei, reyndar ekki. Það er smá skandall. En við erum að vinna í þessu. Næstu kjarasamningar. Já, verkfall. Vonandi, sko. Þetta er alltaf á besta veg. Ég er ánægður með að við skildum fá eina svona frétt sem að má kallast meinlaus. Já, en er ekki kannski stóra fréttin af hinu pólitíska sviði að Snorri Másson var kjörinn varaformaður? Já, heyrðu. Þetta voru mikið tíðindi í því og nokkuð óvænt. Í síðustu viku töldu nú flestir að Bergþór Ólason væri með þetta bara í vasanum. Akkurat. Þannig að, jú, það er. Hætti hann ekki við eða eitthvað? Jú, hann hætti við. Jú, einmitt, já. Svo segist ekki fylgjast vel með. Ég fylgist algjörlega með. Ég bara man ekkert hvað gerðist í vikunni, hvort það var í seinustu viku. Já, einmitt. Jú, ég fylgdist með þessu allan. Ég get fullleysað ykkur það stefnir í mjög spennandi og skemmtilegan kosningavetur auðvitað og núna helgina þá munum við fá einhver tíðindi af því hvernig Framsóknarmenn ætla að hafa sínum málum inn á næstu árin. Þetta eru fróðlegt í meira lagi. En Magnús Jóhann og Kjartan, takk ykkur kærlega fyrir komuna. Það var einstaklega ánægilegt að fá okkur hingað í settið. Takk fyrir okkur. Við erum hins vegar ekki hætt fjarri því. Við erum ekki að fara kannski alveg að blétta umræðu eins og bara að koma hér. Við ætlum að hitta fyrir næst Hildi Björnsdóttur, oddvita sjálfstæðismanna í Reykjavík og Dag B. Eggertsson, fyrrum borgarstjóra. Við ætlum að ræða nýja skýrslu, svarta, frá innri endurskoðun borgarinnar sem fjallar lóðir sem stóru olíufélögin fengu afhentar. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Þú finnur allt fyrir útivistina í Sportís. Kíktu við í Skeifuna 11. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Subway hefur aldrei hljómað svona vel. Láttu okkur sjá matinn í veislunni. Subway. Ferskleiki er okkar bragð. Okkar bragð. Okkar íslenska bygg. Okkar gull. Okkar bjór. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Komið sæl og blessuð að nýju. Fyrir vikunni greindi Morgunblaðið frá því að innri endurskoðun Reykjavíkurborgar hefði sendt frá sér skýrslu og á borgarfulltrúa og svo inn í borgarráð sem fjallar samninga vegna lóða sem að bensínstöðvarnar frægu hafa staðið á síðustu áratugi flesta hverjar og hvernig borgin hyggst fækka þessum lóðum hratt og vel eða öllu heldur bensínstöðvunum á þessum lóðum til þess að byggja þar upp íbúðarhúsnæði og
skrifstofu eða starfsemi af öðrum toga. Ég hef fengið hingað til mín 2 einstaklinga sem gjörþekkja þessi mál. Það eru þau Hildur Björnsdóttir sem borgarfulltrúi og oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík borg og svo Dagur B. Eggertsson sem sat nú held ég manna lengst í borgarstjórn og var auðvitað borgarstjórum langt árabil sömuleiðis, var borgarstjóri þegar þessir samningar voru gerðir. Og ætlum að fara hérna yfir niðurstöðu skýrslunnar og hvaða lærdóm megi draga af þessu máli öllu saman. Komið sæl og blessuð. Sæll og blessaður. Þetta mikill doðrantur þessi skýrsla, farið í löngum máli þetta yfir nokkuð flókin mál að mörgu leyti. Þetta að einhverju leyti áfellisdómur yfir starfsemi borgarinnar, leyfi ég mér að segja, Dagur. Ertu sáttur við það að hvaða niðurstöðu innan endurskoðun kemst? Já, ég bara mjög sáttur við það og hins vegar alls ekki sammálaður að þetta sé áfellisdómur. Þarna eru ýmsar ágætar ábendingar. En megin niðurstöður eru þær eins og hægt að lesa í skýrslunni að markmiðið með samningunum voru eðlileg, málefnaleg og í samræmi við lög, samræmi við stefnu borgarinnar. Að samninganefndin hafi eins og innan endurskoðun orðað að það þurfi ekki að efast að samninganefndin hafi haft hagsmuni Reykjavíkurborgar að leiðarljósi og að þau markmið sem þarna aðstemt hafa legið fyrir lengi af borgarinnar hálfu. Þetta eru flókin mál og ég held að gildi skýrslunar felist meðal annars í því að sko, það hafa verið notuð stór orð og það hafa verið sá tortryggni þetta. Meðal annars í Kastljósþætti sem var gert þetta, þar voru dylgjur lögbrot, þar var haldið fram að borgarfulltrúar hafa verið í myrkrinu, þar var haldið fram að upphafleg gögn hefði verið óskýr og þarna hefði verið ómálefnaleg sjónarmið. Allt þetta rakið í niðurstöðum og ítarlegri umfjöllun skýrslunnar. Þannig að Við erum kannski ekki endilega að ræða það sem kemur fram í eldgömlum Kastljósþætti og öðrum fjölmiðli. Ég segi bara svona, ég held að sumir tengi þetta mál við það upplegg sem var þar og skýrslan bara einfaldlega dregur fram að borgarfulltrúar vissu mjög vel fengu ítarleg gögn hvað ætti að fara að gera í þessum samningum. Allir flokkar í borgarstjórn samþykktu samningsuppleggið þó að sumir hafa farið undan í flæmingi eftir að samningarnir lágu fyrir. Þannig að þetta hreinsar loftið, ég ánægður með skýrsluna, ég líka ánægður með þetta verkefni og það alveg skýrt í mínum huga að það voru klárlega hagsmuni borgarinnar og eru það áfram að fækka bensinstöðvum og fá íbúðir í staðinn, atvinnustarfsemi, kaffihús, apótek, eitthvað sem að tengist þjónustunni í hverfunum en færa umferðina sem tengist þessum stöðvum út úr hverfunum. Hildur, ertu sammála þessu mati dags? Nei, ég alls ekki sammála þessu mati dags. Skýrslan tilgreinir auðvitað margvíslega vankanta á þessum samningum og aðdraganda þeirra og þar kemur fram til að mynda að gögn voru einmitt óskýr, það skorti greiningar að baki ákvörðunum. Markmiðin, þú talar að þau hefur verið lögmæt en þau voru hins vegar mjög óskýr og þau tóku svona svolítið breytingum og það talaði að hagsmuni borgarinnar hafa ekki verið gætt nægilega vel. Og ef við tölum aðeins markmiðið vegna þess að þegar við fáum fyrst þetta málin að borð til okkar í borgarráðið 2019 þá kynnt fyrir okkur það markmið að fækka bensinstöðum í borgarlandi 50% til ársins 2030 og það var reyndar svo mikið kappi í fólki að það var ákveðið að færa þetta markmiði niður til 2025 sem árið sem við stöndum á í dag og að klárast og að því gefnu að olíubirgðastöðin í Örfirisey, hann yrði bætt hérna inn, hún yrði líka helminguð á þessum tíma. Það sem fylgir þessu og sögunni á þessum fundi að borgin hafi þegar fundað með olíufélögunum og þetta kemur fram í skýrslunni og okkur kynnt að olíufélögin hafi áhuga á því að helminga bensinstöðvar í borgarlandinu. Þannig að við hugsum að þetta sé bara vilji félagana sömuleiðis. Fínt markmið, þverpólitísk sátt. Nú fáum við skýrsluna í hendur og sjáum þá að á fyrstu fundi með olíufélögunum kemur í ljós að þau sýna nokkra andspyrnu við þessum hugmyndum. Það kann að vera samningatækni, ég veit það ekki, en það kann líka vera að okkur hafi ekki verið greint alveg satt og rétt frá. Auðvitað skilum að það að þegar hið opinbera ákveður að taka ákvörðun, skipulagsákvörðun
það að atvinnufyrirtæki í atvinnurekstri þurfa að helminga starfsemi sína í borginni, að þá sýnir menn einhverja andspyrnu við því, það nú mjög eðlilegt og menn þurfa að ganga einhverju leyti til samninga. En það sem skorti hérna algjörlega í þessu máli, og mér finnst skipta mjög miklu máli, af því að hér mikið talað sko, hvaða verðmæti var verið að afhenda olíufélögunum, hvers virði eru þau. Þetta var ekki greint og það gagnrýnt í skýrslunni. Það fór ekki fram nein greining á þessum takmörkuðu gæðum sem var verið að afhenda. Og þá því svarað til að þarna var verið að bæta þessum félögum það tjón sem þau urðu fyrir við það að þurfa starfsemi þeirra myndi víkja. Það var ekki heldur greint. Það var ekki heldur nein greining sem láti grundvallar á því hvaða tjóni hugsanlega væri verið að valda þessum fyrirtækjum með því að gera þeim að víkja af þessum lóðum. Þannig að það rosalega margt í þessu því að þú nefnir að sérstaklega Dagur að gögn hafi verið skýr og fólk hafi haft full tækifæri til að kynna sér málin. Það einmitt gagnrýnt í skýrslunni. Það skorti mjög á skýrleika gagna, það lágu ekki skýrar greiningar að baki málum og leið og við fáum, að því eitt að samþykja að fara í vegferðina, en svo þegar við fáum til okkar samningana 2021, 2022, þá rennur á allan minnihlutan, þá renna á okkur 2 grímur og við séum nokkra andstöðu. Þannig að við þurfum ekki að þráttum þetta og fyrirgefa þessi gleru, þetta aldurinn. En það segir bara hérna orðrétt, gögn sem lágu fyrir borgarráði 9. maí 2019 þegar það samþykkti samningsmarkmið vegna viðræðna bensínstöðvarlóðir voru ítarleg, að mati innri endurskoðunar höfðu fulltrúar í borgarráði á þeim tímapunkti greinagóðar upplýsingar bensínstöðvarnar og greinagóðar upplýsingar og tillögur samningaviðræður. En þú þarft að lesa lengra enn í skýrsluna, það verið að tala framhald málsins, þegar samningarnir liggja fyrir. Já, skýrslan talar alveg sínu máli en það er ágætt hjá Hildi samt að rifja upp að olíufélögin, ég meina þetta voru einhverju greinilega 60 samningafundir sem að þetta tók til þess að ná niðurstöðu og olíufélögin fjallist ekki á að fækka stöðvunum helming, heldur 30%, eitthvað slíkt og spyntu þarna svolítið við fæti, ég held að það sé bara rétt lýsing, en það kannski dregur fram, beint og óbeint, að þessi stórirði sem hafa verið látin falla hversu hagfelldir þessi samninga voru fyrir olíufélögin, eiga ekki við rök að styðjast vegna þess að þá hefðu þau að sjálfsögðu fallist á að fækka stöðum helming eins og borgin vildi ef að þetta væri öll sagan. En það ekki rétt, það voru að þú ert að vitna í síðu 15 í skýrslunni. Ég er bara að vitna í niðurstöðunar. Á síðu 15. Ok, á síðu 16 segir hér, innri endurskoðun telur að veita hefði átt borgarráði skýrari faglega ráðgjöf en gert var að þessu leyti og að leggja hefði átt málið fyrir ráði með betri og ítarlegri útfærslu á fundunum í júní 2021 og 2022. Þegar samningarnir voru lagðir fyrir, enga síður segir innri endurskoðun alveg skýrt í þessari skýrslu að borgarráðsfulltrúar sem að fjalla svona samninga, oft og snemma, hafi allar forsendur til að skilja í hverju samningarnir fólust í hverju samningsmarkmiðin fólust. Þetta eru samningarnir sem þú ert að vísi í, þeir voru samþykktir 21, ég var að vísi í samningsmarkmiðin 2019. Við erum að fjalla samningana allt þetta hluta þessu máli, en þetta hluta því sem ég ánægð með í þessu að sko vegna þess að sumir borgarfulltrúar hafa látið eins og þeir hafi ekki fengið inngögn áður en haldið var í þessa samninga gerð. Það einfallega bara stenst ekki nema þeir hafa ekki lesið heima og ekki sýnt skyldu sinni, þvert á móti samþykktu allir flokkar þetta og samþykktu sérstakar bókanir þar sem þeir fögnuðu þessu, rétti og hildi, flokkarnir vildu meira segja flýta þessu og það gagnrýnt svolítið að það hafi ekki verið lagt mat á raunhæfni þess, en ég held að allir hafi bara verið til í að láta á það reyna. Þetta voru jú samningsmarkmið. Fyrir samningar sem kynntir voru þarna 2020, þeir eru kynntir í sumarleyfi í borginni. Ekki í sumarleyfi, borgarráð fer aldrei í sumarleyfi, borgarstjórnarfundir fara í sumarleyfi. Þetta er yfir hásumar sem þetta er gert og þetta er gert borgarráð fer með heimildir borgarstjórnar á þessum tíma. Já, eins og allir fundir borgarráðs og það er ekkert athugavert við það, heldur það bara hefbundið að borgarstjórnarfundir fari frí í lok júní og borgarráð heldur dampi vegna þess að borgin heldur dampi. Það er alveg rétt, en það er nú viðurkennt að þegar að fyrir að líða á júnímánuð og júlí að þá leggjast nú hlutir að einhverju leyti í dvala. Er þetta ekki óheppileg tímasetning að gera þetta á þessum tímapunkti í því ljósi? Ég var í borgarstjórn í meira en 20 ár og það eru teknar stórar ákvarðanir í borginni í hverjum einasta mánuði. Líka yfir sumarið þó að sé ekki borgarstjórnarfundir. Það var allir borgarfulltrúar, ég held að þurfi bara 3, leyfi til að kalla eftir opnum borgarstjórnarfundi til að ræða þau mál sem eru til umfjöllunir í borgarráði. Það var ekki gert og þótti ekki aðstæða til. Þannig að þetta er einmitt dæmum það verið að taka svona eitthvað algjört aukaatriði til þess að gera þetta tortryggilegt. Staðreyndin er svo, það stóðu allir að þessu upphafi. Þessi skýrsla sýnir
að það var vel á þessu haldið, meginmarkmiðin voru skýr, samninganefndin var að gæta hagsmuna Reykjavíkurborgar og niðurstaðan var ekki alveg 50% eins og við sem þá settum þessi markmið hefðum viljað. Ég vil aðeins draga sko fram að ég þetta sé kannski óþarf að draga þetta í svona eftir flokkslínum eða skotgrafi þannig. Það voru engar flokkslínur í þessu. Nei, það vildu allir fara í þetta. Það er það sem ég segi að við erum hér með fundargerðir borgarráðs og þar hafa flokkarnir flestir stutt þetta en síðan reynda við loka afgreiðslu sátu einhverju flokkar hjá og Vigdís Hauksdóttir bókaði mjög harðorða yfirlýsingu gegn þessu. Það sem ég að vísa í að þetta mál verður að þessu stóra máli sem við sjáum í þessar skýrslu núna eftir að María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður á RÚV, fjallar málið. Hún þeir reynda að þakka niður í henni, yfirmenn Ríkisútvarpsins reynda að koma í veg fyrir birtingu þáttanars sem allt mál með miklum ólíkindum. En það mjög margt í skýrslunni sem rýmar ekki við þessa lýsingu þína að þetta hafi allt verið í lukkunar velstandi. Það verið að setja spurningar meðal annars við það hvort að í þessu hafi falist ólögleg ríkisaðstöð og ólögmætt og einnig hvort að borgin, og það virðist ekki hafa farið fram neitt mat á því, hvort að borgin hafi verið að afhenda þarna verðmæti sem að hefði þurft að ríkja meira gagnsæi kringum eða meira jafnræði gagnvart mögulega öðrum aðlum sem að myndu vilja byggja upp á þessum lóðum. Að þú nefnir Kastljósþáttinn, þá vil ég bara ítreka það að þau lykilatriði sem skilamátti sem gagnrýni, deilgerðarlög brot, að borgarfulltrúar hafa verið í myrkrinu, að upphafleg gögn væru óskýr, að það væri ómálefnaleg sjónarmið. Þetta allt saman hrakið og lagt til grafar með þessari skýrslu. Punkturinn sem ég að vísa í sem að kom fram í þættinum varðar þessa afhendingu þessara verðmæta. Akkurat. Og grundvallar ef maður segja miskilningurinn sem lá þar undir var að það var fjallað þetta eins og þetta væri nýjar lóðir. Eins og þetta væri nýjar lóðaúthlutanir. Af 47 lóðum sem þetta var ekki. Af 47 lóðum voru 7 lóðir með þá þegar útrunna lóðaleigusamninga þannig að borgin hafði fullt aðgengi og fullan rétt þess að leysa það til sín. Nei. Það voru 3 lóðir sem voru innan við 10 ár. Þannig nefnilega ekki hægt að umgangast lóðaleigusamninga. Þið lýsið í skýrslunni þið lýst yfir og það farið yfir það hvernig í samningunum hafi verið sagt að ef að menn myndi ekki standa við sitt að þá það gert þannig. Það segir hér á síðu 9 hafi nýtt deiliskipulag ekki tekið gild á lóðinni og eða samningur uppbyggingu ekki nást innan þessara 2 ára, þá mun uppgjör og viðskilnaður Reykjavíkurborgar við lóðaleiguhafa verði í samræmi við ákvæði gildandi útrunnins lóðaleigusamnings, sem einmitt það að þá geta menn leyst þessar lóðir til sín. En þurfa oft að borga uppkaupin, þurfa að borga niðurrif, þurfa að borga lóðarhinsun og þetta var einfallega hagsmunamat og borgaráð, Stefán, hlustaðu nú. Ekki nema í þeim samning, býtu nú við. Vegna þess að þetta mjög mikilvægt. Þú segir í sömu samningu stundum, ég að segja, þú sagði það ekki hægt að ganga þannig að menn leysi bara til sín lóðurnar. Í samningunum sjálfum var því lýst yfir að það gert. Já, það samningsafstaða Reykjavíkurborgar en það þó eftir marga áratugi og hagsmuni borgarinnar. Nei, það ekki eftir marga áratugi. Í mjög mörgum tilvikum var það. Ekki í þessum málum. Þetta var í mjög mörgum tilvikum var það og í þessum samningum höfðu menn aðeins 3 ár. Já, það lá fyrir ítarleg greining á öllum lóðalegu samningunum upphafi og þeir voru lagðir fyrir borgaráð. Niðurstaðan var sú að nota sömu aðferðafræði við öll olíufélögin óháð einstökum lóðaleigusamningum því að annars væri hætt á því að skekkja samningsstöðu þeirra á markaði. Það það sína jafnræði. Sum félög höfðu útrunna samninga. Akkurat. Önnur höfðu samninga sem voru í gildi. Nýlegir. Ef að borgin hefði notað sér það gagnvart þeim sem voru með útrunna samninga en ekki hinnum, þá hefði borgin með þeirri framgöngu skekkt stöðu félagana á markaði. En byrju félögin hafa bara góða samninga í höndunum, það á við öll fyrirtækin í borgarlandi. Nákvæmlega og þess vegna er ég að segja það. Þess vegna er ég að segja það og ég hef sagt það áður við mig hérna í þessum þáttum að mér finnst dálítið athyglisvert með það úr hvað átt þú kemur í umræðinu og Sjálfstæðisflokkurinn. Þetta er algjörlega höfum þetta bara málefnalegt. Já, höfum þetta málefnalegt. Borgin getur ekki umgengist lóðalegu samninga, jafnvel þó þessu útrunnir, þannig að það sé ekki lóðahafi sem með sinn rekstur á þeirri lóð, hvort sem það er bakari, olíufélag eða íbúðarhúsnæði. Þið settu það samt í samningi. Og þið settu það í samningi. Þess vegna
verður að virða ákveðin réttindi. Það geta komið til bótakröfur og það geta orðið mjög löng málaferli sem þessu tengjast. Þannig í öllum tilvikum þar sem borgin hefur verið og viljað breyta landnotkun og fara að þróa svæðin sem íbúðarsvæði, Vogabyggð, Ártúnshöfði, Heklureitur, að þá hefur verið gerður rammi með samningsmarkmiðum sem öllum sem eru með lóðalegu samning á þessum svæðum stendur til boða að ganga inn í. Þannig var það nákvæmlega gert eins varðandi olíufélögin. Menn undirrita samninga, Dagur. Og samningar skulu standa, það er bara ákvæði samningar, ef þú ert að segja, menn fara bara í málaferli, gjörðu þið svo vel, ákvæði samningarna liggja fyrir. Já, en þegar við erum að reyna að flýta þróun borgarinnar, þá notum við þessa aðferðafræði vegna þess að borgin myndi gera það meginreglu að nýta sér það í hvert einasta skipti og borgin verður að sína jafnræði þessu, í hvert einasta skipti sem að lóðalegu samningar eru útrunnir, sem að það væri nýja línan sem að Sjálfstæðisflokkurinn myndi leggja ef að hann kemist nú til valda, að nýta sér það að lóðalegu samningar séu útrunnir og heyrða þá bara í þeim tilvikum, nefnir að klára þetta, þá er þið algjört uppnám vegna þess að það er veðkalli á lánastofnunum, það væri fyrirtæki sem væri með lóðalegu samninga á þessum lóðum. En Dagur, þið leggið þetta fyrir? Já, þetta er bara samningatækni sem við leggjum fyrir. Þetta er ekki samningatækni, þetta er samningur, sko. Já, við leggjum þetta fram. Þannig að það sem þú ert að segja valdi algjöru uppnámi er bara hluta samningnum sem þú undirritaðir. Og samningatækni í þessum samningum, já. En almennt, eins og ég hef farið áður yfir hérna í spursmálum, þá getur borgin ekki umgengist það þannig að útrunnir lóðalegu samningar séu gróða tæki fyrir borgina og seti rekstur viðkomandi fyrirtæki algjört uppnám. Ég held að Hildur sé algjörlega sammála mér að það bara gengi ekki. Annars verður það stórmál í aðdraganda næstu borgarstjórnar. Ég vil nefnilega og við sjálfstæðismenn gjarnan vinna vel með atvinnulífinu í borginni og mér finnst mjög skrítið að heyra þetta, Dagur, vegna þess að jafnræðis hefur ekki verið gætt í þessum efnum og lítum þó aðeins á Ártúnshöfðann. Þar hefur verið ákveðið í þágu þéttningabyggðar að láta atvinnustarfsemi víkja af Ártúnshöfðanum án þess að sé samið við stóran hluta atvinnurekenda og þau fá eitthvað annað svæði eða starfsemi þeirra geti haldið áfram í Reykjavík. Þeim er gert að víkja. Nú borgin hefur samið við eitthvað af þessum fyrirtækjum uppbyggingarheimildir gegn byggingarréttagjaldi, takið eftir, ólíkt því sem að gilti olíufélögin, þá var þessi fyrirtæki þurft að greiða byggingarréttagjöld, en mörg önnur fyrirtæki, og ég kallaði eftir yfirliti þetta, mörg önnur fyrirtæki standa núna á lóðalegu samningum sem er annarkvort útrunnir eða að renna út á næstu árum með engum uppkaupsákvæðum og það þýðir, hvað þýðir það? Þegar samningur rennur út þá er fyrirtæki gert að yfirgefa lóðina, rífa sitt húsnæði og skila henni í upprunalegu ástandi. Það er þetta gríðarlegt áfall. Þetta eru lítil og meðalstór fyrirtæki sem er að lenda í þessari stöðu og ég kallaði sérst eftir upplýsingum það frá borginni. Er búið að gera einhverja greiningu á stöðu lóðalegu samninga upp á Ártúnshöfða og hvernig þið ætla að tækla þessi mál með þessum fyrirtækjum þegar þessi byggð á að rísa? Kemur í ljós að það er ekki búið að gera neina slíka greiningu, sem kom mér mjög óvart, en hún var unnin fyrir mig. Og þá kemst ég að því að fasteignamat atvinnuhúsnæðis upp á Höfða sem að stendur á útrunnum lóðalegu samningum er 20 milljarðar. Þetta eru lítil og meðalstór fyrirtæki sem standa á þessum lóðum og hafa ekki fengið neitt samtal við borgina lausn sinna mála. Sitja núna og bíða í von og ofan það að þurfa að rífa sín húsnæði, hypja sig burt af lóðunum og vita ekki hvort þau geti starfað í Reykjavík og fara þá sennilega í Hafnarfjörð eða nágrannasveitarfélög eins og mörg önnur fyrirtæki hafa gert. Þannig að þarna gildir ekki það sama yfir alla í Reykjavík. Jafnræðis er ekki gætt. Olíufélögin fá þessa fínu samninga. Einhver fyrirtæki á Ártúnshöfða fá uppbyggingarsamninga, þurfa að greiða fyrir þá, önnur fyrirtæki fá ekki eins og samtal. Þannig að hér er ekki jafnræðis gætt í borginni, það er ekki hugað vel að atvinnulífinu. Við sjáum hvernig fyrirtæki rekjast hérna úr höfuðborginni. Við erum farin að meiri hluti stærstu fyrirtæki landsins er ekki eins og í Reykjavík. Þarna Ártúnshöfði er nefnilega gott dæmi vegna þess að öllum fyrirtækjum Ártúnshöfða býðst að gera samninga við borgina á grundvelli sama samningsramma sem byggir á mat á því hvaða kostar borgina í innviðakostnaði að umbreyta Ártúnshöfðanum. Þannig að þeim fyrirtækjum sem eru með útrunarlóðalegu samninga býðst að gera samninga Það var engin tala við þess aðila. Það og það gildir jafnt yfir alla og þannig er jafnræðis gætt. En þetta er metið hverju sinni hver væntanlegur innviðakostnaður er og hingað til hefur Sjálfstæðisflokkurinn gagnrýnt að það sé greiddur hlutafinn við kostnaðinum.
í þessar umræðu við olíufélögin að þá hefur verið látið að þið liggja að það í að taka lóðir eignanámi, hvernig væri það upp á Ártúnshöfða, það myndi aldrei ganga, eða þá eins og þú dálítið tala fyrir Stefán Einar, að greiða þarna markaðsverð sem myndi þá gera þessum fyrirtækjum á Ártúnshöfða mjög erfitt fyrir að fjármagna það að koma sér fyrir annar staðar. Við höfum nefnilega séð það að borginni hefur tekist að búa til aðferðafræði á undanförnum árum sem hefur sameinað hagsmuni atvinnulífs þeirra fyrirtækja sem fyrir eru á þessum svæðum og borgarinnar, gert uppbyggingu að veruleika en gert fyrirtækjunum líka fjárhagslega kleift að flytja sig úr stað og þar hefur jafnræðis verið gætt vegna þess að áður en það farið þessa samninga á þessum stóru svæðum þá gerður svona rammi sem lagður fyrir borgaráð og samþyktur alveg eins og var gert varðandi olíufélög. Hvernig Dagur hægt að segja að jafnræðis gætt þegar að framkvæmdaaðili sem hefur uppbyggingu á íbúðarhúsnæði sem svo upp á Ártúnshöfða eða hvað sem greiðir byggingaréttargjöld og innviðagjöld og þau eru mjög lág. Öll þessi gjöld. En síðan eru aðrir aðilar sem eru bensínstöðvarnar eða olíufélögin sem eru með hverfandi starfsemi, þetta starfsemi sem jafnt og þétt að hverfa þörfin fyrir út af rafvæðingu bílaflotans og þá kemur borgin og segir veð svo gú, þið megið bara hafa þessar lóðir og þið megið gera ykkur þetta að góðu með uppbyggingu án þess að greiða þau gjöld sem aðrir gera. Er það jafnræði í þínum huga? Borgarráð stóð frammi fyrir því að hafa boðið í raun olíufélögunum upp í dans strax 2009 með stefnu að fækka bensinstöðvum. Þau hefðu ekki svo stefti því vegna þess að þrátt fyrir það sem að þú segir að til lengri tíma þá geti þessi viðskipti minkað, þá hafði hún ekki gert og hefur reyndar ekki gert á undanförnum árum. Það var allt breyst frá 2009. Já, 2016 samþykkir sem öll borgarstjórn loftslagsstefnu sem kveður á það búa til leikreglu til að skilgreina hvata fyrir olíufélögin til að fækka bensinstöðum hraðar af því að hafði ekkert gerst. Og það þessir hvatar sem skilgreindi voru í samningsmarkmiðunum sem allir stóðu líka að 2019 sem liggja til grundvallar þessum samningum. Og það sem að innri endurskoðun kemst að í sinni úttekt að þessi markmið voru málefnileg, þau byggðu á stefnu borgarinnar, þau voru skýr og allir borgarfulltrúar höfðu færa og kynnast þeim, það má deilum þau örugglega eins og öll önnur mannanna verk en það var algjör samstaða að fara þessa leið í borgaráði. Það hafi ekki allir kannast við það síðan en þannig pólitíkin bara stundum og þessi skýrsla leggur einfallega til grafar mjög mikið af því ryki sem hefur verið slegið upp í þessu máli vegna þess að þarna var staðið býsna vel og faglega að málum í flókinni samningagerð við olíufélögin. Ég hef lesið skýrsluna frá orði til orðs Hildur og það alveg ótrúlegt. Dagur. Það ótrúlegt að sitja undir því að fólk sem var viðstatt þessa fundi samþykkti þetta með einu atkvæði, hefur síðar ekki kannast við að hafa komið að þessu, leyfi sér ennþá að skýrslunni fengni að láta eins og þar sé ekki verið að slá út af borðinu sumar af þeim draugasögum sem voru þá skal ég benda þér á Dagur, það er mjög mikilvægt að við ræðum aðeins markmið. Markmiðið sem var samþykkt, þverrpólitískt í borgarráði, var að fækka bensinstöðum 2025 helming. Okay? Nú komið 2025. Hefur okkur tekist að fækka bensinstöðum helming? Ekki brostnar forsendur fyrir þessum samningsmönnum? Það hefur tekið lengri tíma en vonast var eftir, alveg klárlega. Hvað búið að fækka þeim mikið? Það eru allar þær bensinstöðvar sem samaðar í samningnum í ferli, skipulagsferli, en það hefur bara tafist. Hvað búið að fækka mörgum? Ég kann ekki töluna, það svolítið síðan í hætti borgarstjórn, en ég veit ekki betur en að allar þær bensinstöðvar sem samaðar hafi verið í skipulagsferli. En eitt eru tafirnar, annað markmiði sem að þið unnuð öll að, þetta 50% mark. Og ég fór nú bara að reikna með minni menntaskóla starffræði og ég get ekki betur síðan að það séu 30 stöðvar sem eigi að verða eftir, það er meðal 2 nýjar á nýjum lóðum af 47 og gangi þau ídrustu markmið eftir sem að þið eru sennilega áratug frá því að uppfylla að þá ekki verið að fækka þessu stöðunum 36%. Þú segir að samninganefndin hafi náð markmiðum sínum annað. Ég held að ekki að þessu leyti. Það nú bara eins og þeir hafi verið að semja væsum samningan. Það undirstrikar að það sem látið hefur eða gefið hefur verið til kynna, þetta hafi verið svo rosalega hagfelldir samningar fyrir olíufélögin, ekki alveg sannleikunum samkvæmt.
þau treystu sig út frá sínum viðskiptalegu hagsmunum ekki til að semja nema þriðjung þó að borgin hafi verið til í að semja alltaf helming. En er það ekki bara samningatækni eins og orðið sem þú notar vegna þess að þeir vita að þeir geta samið hinar lóðurnar seinna á enn hærri verðum? Nei, það held ég bara alls ekki vegna þess að borgin var á þessum tímapunkti til í að semja alltaf helming og við veitum ekkert hvernig það verður í framtíðinni. Ég held að stóra myndin í þessu að málið var að þetta var bara fúsk í kringum þetta mál og það kemur mjög skýrt fram í skýrslunni Dagur. Og þú segir hérna áðan að samninganefndin hafi gætt hagsmuna borgarinnar vel. Það kemur einmitt fram að hagsmuna borgarinnar hafi ekki verið gætt nægilega vel. Og ég held að hafi verið svolítið fúsk bara í kringum lóðaúthlutanir í mjög langa hríð. Og ég er búin að nefna Ártún Söðan og við erum að ræða þessa samninga við olíufélögin. Þá get ég líka nefnt samninga sem þú gerði við Ríkisútvarpið. En Ríkisendurskoðun skilaði skýrslu árið 2019 Ríkisútvarpið og gerði þar athugasemdir við sem þetta stofnunin sem reyndi að þakka niður þáttinn sem við vísum í hér áðan, svo því sé aldrei til að. Já, þar útluta Dagur byggingarétti til Ríkisútvarpsins án endurgjalds að nú verði rúmlega 2 milljörðum króna og þessi aðgerð ein og sér bjargaði Ríkisútvarpinu frá greiðsluþroti. Og það sem að Ríkisendurskoðun flaggaði í skýrslusinni 2019 var hvort að þarna hefði átt sér stað ólögmæt ríkisaðstoð, brota á samningnum Evrópska efnahagssvæðið, sömu sjónarmið að koma upp í skýrslunni endurskoðunar þessa tilteknu samninga við olíufélögin. Og það er ennþá uppi lagalega óvissa það hvort að þessi samningar hafi falið í sér brot á reglum samkeppni og ríkisaðstoð og það er eitthvað sem þarf að kanna núna í framhaldinu vegna þess að það er þá óvissa í rauninu hvernig við eigum að halda áfram með þetta skipulag. Og ég myndi vilja að núna ákvað borgarráð að vísa þessu til borgarlögmanns. Ég held að við þurfum að fara með þetta álitaefni úr húsi. Og ég óskaði eftir því fyrir ári síðan að samningarnir við Ríkisútvarpið að þeir eru tilkynntir til ESA og ég myndi vilja fara sömu leið með þessa samninga. Nú tek ég aftur upp gleraugun. Já, að þú ætlar að lesa eitthvað merkilegt. Já, hér er tilkynnt fúsk og dregið í efa að innri endurskoðun komist að því að samninganefndin hafi haldið vel á hagsmunum Reykjavíkurborgar. Nei, ég bara spyr að því þannig ég er að lesa hér. Ekki verður efast að samninganefndin hafi haft hagsmuni borgarinnar að leiðarljósi. Já, að leiðarljósi. Já, og það verið niðurstaðan að þeirra hafi verið gætt nægilega vel. Og það var auðvitað borgarráðs að tryggja það. En það er bara alveg skýrt í skýrslunni að samninganefndin sem raunar var frábærlega skipuð, einhvers konar landslið með mikla þekkingu á skipulagsmálum, lóðalegur samningu og svo framvegis, hafði hagsmuni borgarinnar að sjálfsögðu að leiðarljósi og þetta er fjarstætt fólk, ég ætla bara ekki að sitja undir því að það sé dregið í efa. Og varandi rúflóðina, að þá hef ég áður rætt hana í þessum þætti og er bara ljúft og skylt að gera það. RÚV Ríkisútvarpinu var úthlutað lóð fyrir mjög mörgum áratugum til þess að byggja þrefalt stærra hús heldur en nú stendur á lóðinni, merkilegt nokk þó að útvarpshúsið sé býsna stórt. 1999 kleip borgin af þeirri lóð. Nyrstu-röndina, þar sem er heilsugæsla, Rauði krossinn og lögmannsstofa og svo framvegis og gerði þá sérstakann samning að borgin fengi þetta án þess að greiða neitt fyrir en mætti þá ekki taka til sín neina frekari hluta af lóð RÚV. Ég nálgaðist eins og var Bjarni Benediktsson með bréfi 2013 og síðan Ríkisútvarpið að því að gerðist ekkert af hálfu ráðundina og bauð upp á samstarf það að þróa þessa lóð fyrir þá frábæru byggð, 340 íbúðir sem að núna eru þar. En átti ekki borgið bara að fá peningana því en ekki Ríkisútvarpið? Ríkisútvarpið var með samning það að borgin mátti ekki sækjast eftir lóðir aftur. Það gildi mjög stranga reglur fjármögnun Ríkisútvarpið. En voru það bara ekki gerð alvarleg mistök 1999 í þessu sambandi og ég spyr Dagur vegna þess að ef að borgin fær ef að Ríkisútvarpið fær úthlutað lóð sem er miklu stærri nú síðan nýtir. Ríkisútvarpið reisir gríðarlega stórt og mikið hús sem það hefur ekki einu sinni notkun fyrir því að það leigir Reykjavíkurborg stóran hluta þessari byggingu undir starfsemi borgarinnar. Hefur þá Ríkisútvarpið í kjölfarið ótakmargar rétt til að ráðstafa þessum verðmætum borgarbúa og það ég ætla ekki Ríkisútvarpið nefnilega gat það ekki án aðkomu borgarinnar því að borgin fer með skipulagsvaldið. Ég held að tíma okkar sé ekki vel varið í þessum þætti að leggja dóm á atriði frá 1999 þegar hvorki ég Hildur sátum í borgarstjórn og því síður ég en það sem ég ætla að segja Dagur þetta er nefnilega svo gott dæmi sameiginlegan hag borgarinnar
og í þessu tilviki RÚV að því að þróa þennan reit. RÚV tók á sig í gegnum þennan samning að borga innviðaframkvæmdir innan reitsins sem borgin þurfti þá ekki að borga. Borgin fær þarna 500 útsvarsgreiðendur sem borga meir en halvan milljarð á ári. Áður voru mjög litlar tekjur af þessum reit. Þetta er frábær byggð. Frábær byggð, sammála því, en borgin hefur átt að fá tekjurnar. Þarna var hagsmuna borgarinnar ekki gert. Borgin fær tekjur fyrir þetta. RÚV fekk líka einskiptið tekjur fyrir þetta. Það er bara frábært. Við erum RÚV öll saman. Það er bara frábært að því að við verið forðað frá greiðsluþrot á sínu tíma. Þó að hér séu einhverjir sem hafi hotnið síður RÚV, þá er sá maður ekki ég. Nei, Dagur, ekki slíkt. Þetta snýst hagsmuni borgarbúa. Borgin sem rekin með tapi ár eftir ár eftir ár. Hún er rekin með tapi ár eftir ár. Nei. Hún var rekin með hagnaði fyrra. Skuldir borgarinnar aukast ár frá ári. Það sem ég ætla að fá að segja við því hér er að ég fekk sérfræðing til þess að fara yfir þessar lóðir vegna þess að eitt er að menn fái afhentar lóðir sem eru með bensínstöðum eins og núna. Síðan snýst þetta nýtingarhlutfalli sem að heimilt er á þessum lóðum. Olíufélögin voru og eru lóðahafar fyrir. Allavega ekki á þessum 7 lóðum sem voru útrunnar. Jú, þeir eru lóðahafar á öllum þessum lóðum. Þannig að núna erum við með 2 lóðir sem er að skýrast með hönnun á og útfærslu og nýtingarhlutfalli sem að þeir mega beita. Á Birkimel er hlutfalli 4,2 og í Skógarhlíð er nýtingarhlutfallið yfir 4. Sérfræðingar sem ég rætt við segja að ef að þessar lóðir sem að búið að semja að fara í þetta breytta skipulag séu með sama nýtingarhlutfall þessar 2, að þá sé hér að ræða greiðslur sem að borgin hefði að öðrum kosti geta þegið 20 milljarða fyrir. Borgin hefði ekki fengið neina peninga vegna þess að þetta hefði bara verið bensínstöðvar áfram og þetta er nákvæmlega ruglingurinn sem var í umræðunni áður og er lagt til grafar með þessari skýrslu vegna þess að einir endurskoðun fullir ekkert af þessu tagi. Þeir segja að það hafi ekki verið hlutverk þeirra sko? Nei, þeir fullir bara ekkert af þessu tagi. Hitt liggur fyrir að ef að þarna verða íbúðir og það flytja inn íbúar þá fer borgin að fá útsvarsgreiðslur og fasteignagjöld af þessum lóðum þar sem engar tekjur voru áður. Olíufélögin fá tekjur til þess að eiga fyrir því að leggja af sinni rekstur, til þess að rífa eða endurgera eins og stundum er skylda á þessu lóðum, gömul hús og koma því í eitthvað rekstur, koma í heildina væntanlega út í plús. En borgin hefur að hreinsa upp þessar dælur. Nei, endur þetta bara tilbúna tölur. Borgin hefur ótvíræða fjárhagslega hagsmuni, líka gríðarlega hagsmuni af því að þessi reitir byggist frekar en einhvers staðar í útmörkinni. Því að það má ekki gleyma því að þegar við berum saman hvaða kostar borgina í innviðum að eitthvað byggist eins og Egilsgötu þar sem er byrjað að byggja á gamalli bensínstöðvarlóð, þá kostar það kannski innan við 3 milljónir per íbúð. Ef það er í útjaðrinum, þá kostar það 25 til 30 milljónir per íbúð. Þannig að í tengslu við hvern einasta svona reit, þá sparar borgin innviðakostnað á að annan milljarð. Þarf ekki að tryggja einfaldlega Dagur í þessu. Það er það sem ég er að velta fyrir mig. Það er líka fjárhagslega mjög gott fyrir borgin. Út frá jafnræðissjónarmiðum er ekki aðalatriðið að allir sitji við sama borð. Að það sé ekki farið í svona trúnaðarsamninga eins og þessa þar sem að farið að víla og díla með eignir borgarinnar. Jafnvel á lóðum þar sem að samningar eru útrunnir. Og ég spyr vegna þess að við sjáum dæmi þetta vítt og breytt. Þú tekur til mikil að varna hjá RÚV og lætur því liggja þessu umræða sín og öll bara vegna einhvers haturs á þeirri stofnun, fjarri lagi. Annað dæmi sem að mér langar til að taka sem að er nærtækt. Þú semur við Róbert Wessman lóðnir í Vatnsmýri og háskólinn kom nú reyndar að því máli. Það er samningur þar sem að þið afhendið einhverja verðmætustu lóðina inn í þéttingalandi borgarinnar. Það er samið það að það verði aldrei greitt lóðaleigusamningar af þessari lóð. Það er engin gjöld greitt fyrir hana. Og nokkrum árum seinna selur þessi sami maður húsið sem að reisa á lóðinni fyrir 12 milljarða og sennilega með 2 milljarða hagnaði. Og ég spyr bara, hvaða lóð getur þú látið mig hafa þar sem ég get tekið svona snúninga? Við skulum tala lóðina í Vatnsmýri. Reykjavíkurborg úthlutaði Háskóla Íslands því landi á 50 ára afmæli háskólans 1961 í tíð Geirs Hallgrímssonar sem borgarstjóra. Þannig að þetta er honum að kenna?
Nei, þetta ekki honum að kenna, þetta kannski honum að þakka, en það hafði samt mjög lítið gerst í því að þróa land háskólans til hagsbóta fyrir háskólan. Stóð öðrum til boða að reisa á þessari lóð? Já, og hefur stóðið til boða. Hvernig í var það auglýst? Það var annað félag sem reisti Grósku, það á sama reit. Það hinn lyfjarisinn. Íslensk erfðagreining. En var olíufélaginu boðið að byggja þessari lóð? Nei, íslenska erfðagreining var líka á sínu tíma boðið að reisa húsnæði á þessu. Það voru snúningatekna á því húsi líka. Á þessu svæði. Þetta eru bara einhverjir einkasamningar við þetta voru eins og ekki. Þetta voru ekki, það er misskilningur, þetta voru ekki lóðir Reykjavíkurborgar, þetta voru lóðir Háskóla Íslands og Háskóli Íslands taldi það í þágu sinna hagsmuna að fá ekki heildargreiðslu fyrir lóðina strax eins og borgin gerir oftast þegar hún selur lóðir, heldur með óvenju stóra... Nei. Þið gerðu samningin. Nei, vísindagarðar Háskóla Íslands gerðu þennan samning. Þú undirritaði samningin? Nei. Það er vísindagarðar Háskóla Íslands sem gera samningin Grósku, Alvogen og Alvotech og þar eru lóðaverðmyndin greidd út á lengri tíma með miklu hærri leigugreiðslum heldur en tíðkast af leigusamningum borgarinnar. Það verði aldrei greidd lóðarleiga af þessari lóð? Ekki til borgarinnar, heldur til Háskóla Íslands. Þetta lóð Háskóla Íslands. Þetta borg, þið gerðu þennan samning, þú varst á öllum þessum myndum þegar þetta verður undirritað. Við eigum þessar myndir bara hér í mynda, ég get bara kallað eftir þessum myndum. Já, borgin heldur eftir þessum lóðum þangað til Háskóli Íslands kallar eftir úthlutun á þeim, en það Háskóli Íslands sem á lóðirnar. Ástæðan fyrir því að Háskóli Íslands fær ekki lóðunum úthlutað strax til þess að hann þurfi ekki að borga fasteignagjöld af þessum lóðum. Þetta til þess að byggja upp hátækni og vísindaþorp í Vatnsmýri hjá Háskóla Íslands í þágu samfélagsins. Allt þetta í þágu. Tekjurnar af þessu fara til Háskóla Íslands, ekki borgarinnar út af hverju, vegna þess að Háskóla Íslands fekk þetta að gjöf á 50 ára afmæli sínu 1961. Hver fekk til dæmis Gufuneslóðirnar að gjöf áður en þið afhentu það til Baltasar Kormáks, sem ennþá með 10.000 fermetra í ónýtta byggingarétti þar? Það fikk engin neitt að gjöf þar. Borgin keypti það land í minni tíð af Faxaflóahöfnum og auglýsti það fyrir mismunandi hugmyndir í samráði við íbúa í Grafarvogi. Það var ákveðið að hugmyndin sem laut að því að skapa þar kvikmyndaþorp væri áhugaverðust og Baltasar Kormákur og hans fyrirtæki keypti þá lóð. Það fikk engin neitt gefins þar. Byggingarétturinn sem ónýttur óverðtryggður og vaxtalaus. Veistu hvað ég myndi gefa fyrir að hafa slík réttind á mínum húsnæðislánum? Þetta eru þetta samningar sem að engin annar gengur að. Þetta var niðurstaðan eftir ferlið þar sem var auglýst eftir bestu hugmyndum. Ég bara segi að þetta eru samningar sem engin annar fær. Sko, ég held að stóra myndin í þessu að það hefur verið staðið mjög illa að lóðamálum í Reykjavík í lengri tíma. Ég held að það bara stóra myndin sem við sjáum og við erum auðvitað búin að fá frá innri endurskoðun á síðustu árum alls konar skýrslur. Sumar snúa að lóðamálum, aðrar að framkvæmdum, við getum talað braggan eða Brákaborg eða þetta mál núna, það skýrsla í vinnslu græna gímaldið og við þurfum auðvitað líka bara að horfa, eitt að horfa í baksýnisspegilinn en nú þurfum við líka að horfa áfram og hvernig við ætlum að læra af þessu. En brugðust þið ekki líka í þessu? Hvernig ætlum við að gera betur? Hildur, ég meina 2019 þegar að borgarráðsfundurinn haldinn og síðan borgarráðsfundurinn 24. júní 2021. Þið bara sátuð undir þessu á þess að... Nei, við vorum sammála þessum markmiðum alltaf, við studdum þessi markmið sem að var stefnt að fækka bensínstöðum í borgarlandi, byggja á þeim húsnæði. Við lítum ekki svo á að það hefði verið skýrt í gögnum og ég hveti til að kynna þið gögnin að þarna er þið fallið frá byggingaréttargjaldi. Og þarna í minnihlutanum sátu 6 fulltrúar. Það var ég, Eyþór Arnalds, Marta Guðjónsdóttir, Vigdís Hauksdóttir, Kolbrún Baldursdóttir og Sanna Magdalena sem bókaði sérstaklega, ekki með meirihlutanum í gær í borgarráði, ekkert okkar, gerði sig grein fyrir hvað var þarna undir. En það voru gögnin mjög óskýr. Þannig ég tek ekki undir það. En brugðust þið þá ekki skildu ykkar fyrst að gögnin voru óskýr eða þið ekki að berja í borð og segja hér bara verða menn að staldra við? Nei, það sem ég er að segja er að þarna þurftu menn að geta að lesa á milli lína hvað þarna var undir. Ég gerir kröfu skýrleika gagna og þegar að menn ákveða, taka þá óhefbundna ákvörðun, að mínu mati, óhefbundna ákvörðun, að falla frá byggingaréttargjaldi, að þá á það að tilgreina mjög skýrt. Við erum framkvæmdastjórn borgarinnar, við erum ekki Hvaða styrkleikar þessi gleraugundagur? Hann er ekki mikill en hann dugir mér til að lesa í samningsmarkmiðunum kom skýrlega fram að ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt
þá eru þið einungis krafist greiðslu gatnagerðargjalda af hendi lóðahafa og eftir atvikum framkvæmdaraðila vegna fyrirhugaðar uppbyggingar á lóðinni. Þannig að það sem Hildur segir hér bara lagt til grafar. Þetta bara eftirskýringar, þetta mjög skýrt og það niðurstaða inn í endurskoðun. Það sérstaklega bókað í endurskoðunarnefnd að menn eru ekkert sammála þetta. Það ekki nefnt einu orðið byggingarréttargjald kemur ekki einu sinni fyrir. Þetta var mjög óskýrt dagur. Það voru 6 fulltrúar á minnihlutanum. Enginn greip þetta eftir á að hyggja. Þeir horfa þetta núna með 7 ára reynslu. Ég hefði kannski dottið í hug að spyrja en mér finnst þetta ekki skýrt. Ég get ekki tekið undir það. Hins vegar, dagur, eins og ég nefndi áðan, það skiptir engu máli. Þessi samningsmarkmið, þau eru lögð til grundvallar vegna þess að það er markmið að fækka bensínstöðvum helming til 2025. Við erum stödd á árinu 2025. Þessu markmið hefur ekki verið náð. Forsendur eru brostnar. En mig langar til þess að horfa hérna svolítið til framtíðar og hugsa hvernig ætlum við að gera betur. Og nú hefur staðan verið svo að síðastliðin 30 ár í Reykjavík, meira og minna undir forystu Samfylkingarinnar, hefur verið lóðaskortur í Reykjavík. Lóðir hafa verið takmörkuð gæði, mjög takmörkuð gæði. Uppbyggingarheimildir hafa verið takmörkuð gæði og við sjáum að það hefur ekki verið neitt jafnræði í því hvernig þeim hefur verið úthlutað. Sumir hafa þurft að greiða markaðsverð eftir útboð, einhverjir hafa greitt byggingarréttargjald, einhverjir hafa ekki greitt neitt og einhverjir sitja upp í algjöru óvissu og bíða eftir að þurfa að hypja sig af sínum lóðum upp á Ártúnshöfða, sem dæmi. Aðrir höfðu vitað að tala við háskólann. Já, svo er það annað. Þannig að við sjálfstæðismenn viljum auðvitað fara að skipuleggja hérna mikið meira land. Við viljum rjúfa þessa lóðaskortstefnu og þá þurfum við auðvitað að læra af fortíðinni og læra af þessum mistökum og gæta þess að gera þessa hluti betur og jafnræði sig gætt og sé eitthvað gagnsæi í því hvernig við úthlutum verðmætu landi, hvernig við seljum uppbyggingarheimildir, að menn standi og sitji yfir sama borð. Getur verið sammála þetta? Já, svona hefur ég er að reyna að koma ykkur sáttum já, svona hefur verið unnið og þess vegna hefur alltaf þegar ný svæði eru tekin til endurskipulagningar allavega í minni tíð og held ég síðar verið lögð fram samningsrammi í borgarráði sem til samþykktar. Þannig að embættismenn séu með skýrt umboð til að semja við fyrirtæki um breytingar á landnotkun, uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, þar sem áður var atvinnuhúsnæði. En voru ekki gerð mistök dagur í því sambandi að ég held að við sem öll saman að það er gott að bensinstöðvarnar hverfi og það er gott að byggja blómlegri byggð og þetta eru merkilegar og flottar lóðir. Voru ekki gerð mistök þegar þið settu ekki kvaðir á með þannig að þeir eruðu að fara og hraða þessu ferli því að þrátt fyrir allt að þá er engar kvaðir þó að menn standi ekki við þetta drægi lappirnar árum saman, þá hefur það engar neikvæðar afleiðingar. Ég held að þau hafi öll gætt þess að skila inn skipulagshugmyndum innan frests, en síðan er það bara þannig, ekki síst í grónum hverfum, að skipulagsferli tekur langan tíma, meðal annars að því að það er mikið samráð og svo framvegis. Þannig ég held að það væri ósanngjarnt að saka þau að bera eina ábyrgð á einhverjum drætti því. Ég er bara að segja, það er kannski frekar skipulagi sem er að vanda sig og samtalið við íbúa tekur tíma. En ég vona ég skilji umræðina þannig að við séum öll sammálum að fagna því að þarna byggist eitthvað annað upp heldur en bensinstöðvar. Ég tala nú ekki að spátum á þínum að það heyri brátt sögunni til. Ég er búinn að vera á rafmagnsbíl síðan 2015, ég var langt á undan ykkur hinnum í þessum efnum. Er það gaman að fá ykkur bæði hér í settið að ræða þessi máli. Ég vissum að fólk hefur skemmt sér mjög yfir þessu hér á síðdegi, á föstudegi sjálfur. Hildur Björnsdóttir og Dagur Bjeggesson. Gangið vel á nýjum vettvangi í þinginu. Takk. Við erum hins vegar alls ekki hætt því að hér handan á hornið er stórt og mikið viðtal við Steinþór Gunnarsson sem satt inni eða hlaut stóran refsidóm í dómi Hæstaréttar Íslands, afplánaði hann en síðar kom í ljós að hann var saklaus. Fylgist þið með. Með Garmin fylgist þú með hverju skrefi og árangri. Það eru allir vegir færir. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré-Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Hvað á að vera í matinn er hausverkur margra. Hvað með fjölskyldutilboð Subway? Subway. Ferskleiki er okkar bragð. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komiði sæl og blessuð að nýju. Fyrir áratug síðan var Steinþór Gunnarsson fyrrum yfirmaður verðbréfamiðlunar í Landsbankanum dæmdur af Hæstarétti Íslands til fangelsisvistar. Það var á grundvelli mál sem að tengdist atburðum í bankahruninu 2008.
Nú hefur Steinþór stigið fram í kjölfar þess að það búið að hreinsa hann, ekki aðeins af ásökununum, heldur af dómnum sjálfum. Og þetta ekkert smá mál. Fyrir vikunni var birt langt og mikið viðtal við hann í Viðskiptablaðinu sem að ég hvet fólk til að kynna sér. En við höfum þó fengið Steinþór hingað til okkar á vettvang spursmála til þess að ræða þessa atburðarás og þetta 17 ára ferli sem að hann hefur gengið í gegnum. Velkomin Steinþór. Takk. Þakka fyrir að setjast niður með okkur út af þessu máli. Bankahrunið einhvern veginn enn að elta okkur með mismunandi hætti en það ekki ofsögum sagt að það hafi hvílt eins og mara yfir þér allan þennan tíma, 17 ár. Byrjum 3. október 2008. Hvaða atburðir þann dag leiða til þess að þú flækist inn í þetta allt saman? Já, takk fyrir að bjóða mér. 3. október var nú svona bara, eða þessi vika, það var náttúrulega mikil óvissa í gangi. Það vissi raunin enginn hvað stemdi í, eða allavega ekki kringum mig. Bankarnir voru ekki fallnir? Nei, bankarnir voru ekki fallnir og sjálfsagt var þessi undirbúningur af því sem gerðist eftir helgina þar á eftir. Hann var sjálfsagt komin einhvers staðar inn á borð, en hvað mér var það, þá bara var þetta svona þannig séð another day on the office og þessi viðskipti sem ræðir að þau koma til mín með þeim hætti að þarna bankin sjálfur að eiga viðskipti við 2 viðskiptavinni og út af því hvernig reglur bankans voru, sem sagt áhættureglunar, og þá þurfti bankin að fara með slík viðskipti í gegnum mig. Hann mátti ekki eiga þau beint sjálfur við viðskiptavinnina. Og það svona rauninni það grundvallar mína aðkoma að viðskiptunum og þetta rauninni hefst með símtölum og það sem maður látið vita af því að það búið að taka ákvörðun viðskipti sem ég þurfa að milliganga og svo það bara rútínu vinna sem maður fer í að tala við þá sem máli skiptir í því samandi. Þarna viðskiptin eiga sér stað, það eru 2 viðskiptamenn sem að kaupa hluti í Landsbankanum. Já. Og eftir á kemur í ljós eða það sem talið glæpsamlegt í því það að það bankinn sjálfur sem að fjármagna viðskiptin. Dómstólar komast að þeirri niðurstöðu að þú sem forstöðumaður verðbréfamiðlunarinnar hafir haft vitneskju það hvernig þessari fjármögnun var háttað. Já. Og það var ekki þannig? Nei, það var náttúrulega bara hvernig maður að orða það. Það var rauninni gegnumgangandi frá upphafi verið að halda þessu fram. Og þó svo maður legði fram bara hérna eru áhættureglunar, hérna eru verklagsreglunar, hérna eru aðildarsamningur við kauphöllina, að þá gerðu menn ekkert með það og einhvern veginn bara höfðu ekki áhuga á sannleikanum í málinu og voru bara með eitthvað svona agenda sem þeir vildu bara keyra í gegn. Og það líka bara mjög sérstætt að þó þeir vissu á þessu regluverki sem mitt starf gildi, þá hentuðu því út málsgögnum, höfðu það ekki með þegar málið lagt fyrir dóm. Og sem náttúrulega mjög sérstætt vegna þess að það verið að rannsaka og reyna komast til botns í einhverju máli, skilurðu að það regluverk sem að ég vann eftir að það skildi ekki vera haft með. Þú máttir raun og veru ekki vita hvernig fjármögnun þessu var háttað? Mátti ekki og gat ekki náð mér upplýsingar það í kerfum bankans af því ég hafði ekki aðgang að því. Og það ekkert sem að þeirra var leitt fram í gögnum sem að benda í aðra átt að þú hafi með einhverju móti getað afla þeirra gagna eða upplýsingar? Nei, því var bara haldið fram og það var látið duga. En í starfsemi bankans hafðið þú eitthvað með lánveitingar eða ákvarðanir það að gera? Gast þú haft áhrif á slíkar ákvarðanir með einu öðru móti? Nei. Og var ekkert í því hlutverki. Ég var bara að miðla verðbréfum og stýra minni deild og við vorum með viðskiptavinni út allt. Bæði innlend, með innlend hlutabréf og skuldabréf og erlend. Þannig að það var okkar hlutverk, ekki að milliganga fjármögnun viðskipta eða neitt slíkt. Og þetta áttu menn alltaf, ef þau voru starfið sínum vaxnir hjá sérstökum að vita, þeir fengu gögnin til að sjá það, en þeir virtist ekki hafa áhuga á því að hafa það með. Og það náttúrulega bara eitt og sér grafalvarlegt að ég alveg handvissum að þeir gerðu þessu grein fyrir að ég var ekki sekur þessa hluti og bara heldur samt áfram með málið. Þeir leggja fram ákæru í málinu sem síðan fer fyrir dómstóla. Ein spurning kannski áður en við förum ofan í þá atburðarás.
þegar þú tilkynnir þessi viðskipti, þú færði þetta inn á þitt borð og fylgir þessum reglum, 3 mínútna reglunni svo kölluðu. Hafðirðu einhverja vonda tilfinningu, var eitthvað sem sagði þér að þarna væri eitthvað að gera sem að orkaði tvímælis eða var þetta bara eins og hver önnur afgreiðsla? Á þessum tíma bara alls ekki, sko. Maður náttúrulega vissi ekki, maður var jafnmikilvæg óviss og allir aðrir hvað væri að fara að gerast þarna þessa helgi, en allir voru held ég með þá von í brjósti að það myndi koma einhver lending, skilur það yrði einhver fjármögnun fyrir að minnst 2 banka sem myndu þá lifa þetta og sigla í gegnum innan skafl, sko. En á meðan þetta að gerast ekki græna, sko. Bara. Svo fellur kerfið með brauki og bramli, þú bara eins og aðrir missa vinnuna þarna, það lífsstarfið bara í rústamúa. Hvaða atburðar fer af stað í kjölfari? Geturðu lýst fyrstu samskiptum þínu við lögreglu og rannsakendur? Já, það rauninni, sko, þetta gerist þarna, sem sagt, í október. Það kannski svona fyrstu vísbendingar sem komum að það sé eitthvað að vera að skoða þessa hluti. Það í nóvember, desember, þá var haft samband við mig frá Deloitte, bara það sem þau eru að velta, af því þau voru væntanlega ráðin að slitastjórn til þess að fara yfir sko bara stærstu viðskipti og þú veist bara svona eins og gert þegar hérna kortleggja atburðar á svona. Já, kortleggja bara hvað var í gangi og þau sem sagt fara yfir meðal annars þessi viðskipti og líka einhver önnur minnum mig og þá náttúrulega bara mjög stutt liðið og allt í fersku minni og útgáfan sem ég gaf þeim þar sem var bara sannleikurinn að þessu máli að það voru náttúrulega nánast samtímagögn og svo eftir því sem að leið á málið skilur að þá sá maður sko að öll önnur gögn sem voru til í málinu stemdu akkurat við þessa útgáfu bara sem dæmi símtalaskrá það var náttúrulega farið við það allt og þú gast bara tekið símtölin sem eru tekin við þennan sem hafði heimildina til að lána kúnin, hann hringir í kúnan, kúnin hringir í mig ég hringi í lánamann til þess að tékka hann komið með fjármögnun, þú veist, til þess að fá jáið sko, þannig að ég sé ekki að fara að eiga viðskipti án þess að hérna vita það. Og þess að menn hafi efna á því sem þeir að gera? Já, bara, þú veist, öryggistek og svo hringi ég í þann sem er að selja og, þú veist, og þetta stemd allt. Sérstakur kaus að leggja þessi gögn fram sko í kaupöllinni sko hvort sem þeir gerðu sig grein fyrir því eða ekki á sænskum tíma. Þannig að það stemdi ekkit sko við þegar þú skoðaði símtalaskrána þá var allt 5 tímum seinna heldur en sko raunveruleikinn hjá mér sem ég var búinn að tala sko með að hvernig viðskiptinu eru tilkynnt og hvort að það var gert þess að sko villam fyrir fólki eða hvort þeir voru bara ekki í starfi sínum vaksinir og föttuðu þetta ekki skilurðu. Þannig að það var algjör tíma skekkja í framlagningu og gagnanum? Já, algjörlega. Kaupöllin var náttúrulega á þessum tímanum í Stokkólmi og allt sem prent út var með þeim tíma en við vorum náttúrulega á íslensku tíma og þetta var náttúrulega mjög hérna sérstætt að þurfa að vera að leiðrétta þetta og benda dómarunum á þetta þú veist að það væri það sem maður væri að segja að það stemdi ekki við það sem stendur þarna vegna þessarar ástæðu og þetta var ekki leiðrétt í sko þegar málið flutt síðar í Hæstarétti eða endurupptöku af þeim sko. Þeir héldu sig við sænska tíman? Já, þú veist bara, þetta er bara, hvað ég segja, þetta er kannski bara dæmigert fyrir vinnubröðin og hérna, já. En svo? Já, svo sko ef við höldum að fara með tímalínunan sko, þá er ég að sko fara, það var 30. júní, ég sérst bara á leiðin út úr bænum að fara í veiði með nokkrum vinnum mínum. Það er 30. júní 2009, það byrja hálfu ári eftir að Deloitte er að gramsa í þessum gögnum. Já, það var rauninni tilkomið vegna sem ég hefði lent í alvarlegu veikindum í febrúar og var svona, þetta var svona átt að hressa mig við sko. Að fara aðeins út úr bænum og hérna, þú veist, fara og veiða bara og hafa gaman. En þá fæ ég þetta símtal og það lá svona rosalá. Það var bara, ef þú kemur ekki yfirherslu eftir 2 tíma, þá bara sækju þig. Þú veist, og þú verður handtekinn.
úr skilabóðin. Og ég svona reyna að mati í móðin og hvort það sé ekki eitthvað séns út af því ég sé að fara í þessa ferð og þetta sé nú búið að vera erfið tími og neini, bara ekki séns. Þannig að ég fyrsta vaktin var farin, ég mista henni, ég fór í þessa yfirheyrslu og það var sem sagt út af þessu ímónmáli þá og þetta voru einhverju klukkutímar og ég fór bara yfir stöðuna með þeim, bara alveg sem ég hafði gert með þeim sem að höfðu hringt þarna frá Deloitte og benti þeim bara á það, þetta bara svona þetta og þetta fáið örugglega staðfest annars staðar og svo var þeir að spurja sko hvort að það hefðu verið einhverju fundir og hvort að menni væri að hittast þess að samræma framburð eða eyða gögnum eða svona skrýtna spurningar sko sem að maður hafði reyndar heyrt einhverju svona kjaftasögur sko hérðan og þaðan sko og þá sagði ég mitt við þá sko og þetta sérst í júní 2009 sko, ef þið hafið áhyggjur af þessu, komið þá bara heim til mín út á Nes og ég bara skal taka á móti ykkur, því mér bara fari gegnum allt, leita eins og þið viljið, að því ég hef ekkert að fela í þessu, þetta er bara svona og bara gjörið svo vel og ég til að koma hvenær sem og spjalla við ykkur og hjálpa ykkur að reyna að leysa úr sér flæki, eins og það horfið í mér, þá veit ég ekki til þess að neitt ólulegt á þessi stað. Þú býður þeim upp á húslit? Ég býð þeim upp á húslit, bara strax og þetta er í júní 2009. En Þeir þykja það ekki? Þeir þykja það ekki og þeir mæta, eða svo ég bara, sem sagt, að mótnin dags, ég að skutla sonum mínum, eldri sonum mínum, Gunnari og uppeldissyni mínum Alexander, að ég nýbúin að skutla þeim í skólan, bara leiðin heima, sækja Nóa sem var yngstur, far með hann á leikskólan og þá bara, ég fekk svona undarlega tilfinningu þegar ég var að keyra Norðurströndina, sko, mér fannst þess að bíl sem var búin að vera fyrir aftan mig og ég var svona að velta fyrir mig hvað með hennar bíl og svo bara þegar ég að renna upp á stæði heima þá koma þeir bara með einhverju látum sko keyra svona þvert fyrir aftan mig eins og einhverju þrjótar sko og bara stökk út úr bílnum og ríðast að mér og bara þú ert handtekinn og bara svona eins og í lélegri bíómynd sko. Og þetta óeinkennisklæddir lögregluþjónar? Já, 4 og einkennisklæddir starfsmenn, sérstaksaksóknara 2 og 2 lögregluþjónar. Og aðferðina voru nú þannig að nágrannakona mín sko beint á móti, hún hringdi ekki einu sinni heldur 2 á lögguna sko, ég held að þetta væru einhverjir erlendir handrukkarar eða eitthvað sko. Þannig að hún fylgdist vel með. Ekki lítist vel á blikuna? Nei, en þetta var nú töluvert alvarlegra heldur en það sko og ég segja þeim bara eins og verið, ég sé nú bara fara inn að ná í yngsta soninn og fara með hann á leikskólan, hérna í síminn, bara vil ég ekki bara hingra á með hann eða elda mig og svo bara getum við tekið spjallið sko. Og það var bara ekki fyrir sko, ekki séns og bara ef þú þegir ekki þá bara leggið þið hérna í gólfið og handjáðum, bara svona er það. Og svo bara riðast þér inn og eru bara með svona háa á læti, bara dónalegir og maður fann bara svona óvild og svona skríti væp. Ógnandi? Já, bara einhvern veginn svona, ég hef lesið það hjá fleirum og jafnvel bara í málum sem eru nær okkur í tíma sem að tengjast ekki hruninu. Þar fann fólk fyrir þessu sama, þessari óvild og einhvern veginn svona bara eins og þú hefðir ekki rétt á neinu, þú hefði bara engin réttindi sko. Og þetta vaknar sem sagt minn yngsti drengur upp við og varð náttúrulega honum greinilega mikið sjokk að það var bara eitthvað bláukunnugt fólk með læti og dónaskap inn í húsinu og hótanir frekari valdbendingu gagnvart okkur og það hafði náttúrulega bara því miður ekki góðar afleiðingar fyrir hann. Þetta var barn sem að þetta var bara glaðast í einstaklingurinn á heimilinu, alltaf hress og kátur og alltaf sko út og suður og við að leita á honum skiluru og hvar er hann núna skiluru, farin úr garðinum og eins og börn eiga að sér að vera? Já, bara eins og bara þetta á að vera og við tókum bara strax eftir þetta þá bara varð gjörbreyting á honum. Hann fekk bara fyllist að kvíða, hættir að þora að vera mikið einn, hættir að þora að fara út úr húsi og
þetta bara ágerist og var til þess að við verðum að veist að bara vinna bara mjög fast með þetta bara í mörg ár. Þetta djúpstætt áfall. Já, þetta sko þegar þú sko upplifir það eitthvað sem að tengist þér verður til þess að sko barnið þitt söfferar fyrir það eða þjáist út af því, þá er það alltaf mjög vond tilfinning sko. Og ég held að allir foreldrar geti sett sig í þau spor. Og sérstaklega sko þegar það brotið svona á þér sko, þú ert saklaus og það eru sko opinberir embættismenn sem eru að fara rangt með gagnvart þér. Brjóta á þér mannréttindi, brjóta á þér sko málsmeðferðarreglur og rauninni allt sem að við kemur bara því að við sem þjóð séum bara réttaríki og graf undan því í leiðinni, þó þeir kannski átti sig ekki á því, að hér sé lög og réttur virtur fyrir alla alltaf. Þannig að, já, þetta var vissulega erfitt og gerði hlutina enn verri runni, verri við að eiga. Þú ert handtekinn þarna í raun bara fyrir framan son þinn. Já. Og svo kemur þannig í ljós. Þeir hafa engan áhuga á því að þeir eru ekkert að leita neinu. Þeir eru bara með það. Þetta er líka húsleitt? Já, þetta er húsleitt og eins og ég sýndi þér hérna, með þessi gögn hérna. Þessi húsleitt er samþykkt að héraðsdómi Reykjavíkur út á þessi 5 mál sem að hér eru listuð. Þetta var ekki ímón, þetta var ekki asalega, þetta voru bara einhver allt önnur mál og þau voru all felld niður 2016. Vegna þess að það var sko, eins og sagði í niðurfellingarbréfinu sko, hvað er þetta? Þetta er skjal frá 12. janúar 2011, Arnþrúður Þórarinsdóttir saksóknari. Já, það er konan sem að fór með máli fyrir héraðsdóm og fór með máli fyrir Hæstarétt og fór með máli fyrir Landsrétt og var allan tíman með sömu rispuðu blöðuna og þó að væri sko tveggja málflutningur í Landsrétti þar sem að voru vitni sem staðfestu það sem ég var að segja og breyttu stöðunni svolítið að því leitinu að þau voru ekki spurð þessara spurninga í héraðsdómi. Þetta er krafun leit, segja húsleit á Bollakonum 14 sem er þitt heimili. Já. Það var það 5 mál og þau hafa öll verið felld niður. Þau voru öll felld niður, hérna er ég bara með eitt til dæmis niðurfellingabrifi, það er 19. desember 2016 og hér stendur inn í miðurbrifi, það er niðurstaða embættisins að málið sé að fullu upplýst en það sem fram sé komið sé hvorki nægilegt né líklegt til sakfellis. Og það tilkynnist því hér með að málið er fellt niður gagnvart þér, skilur. Eftir allt þetta. En hvað er það, nú hefur maður sem betur verið ekki orðið fyrir húsleit, hvað er það sem að gerist inn á heimili fólks þegar að slíkt fer í gang? Hvað er það sem er tekið? Fara þeir í gegnum allt sem á heimilinu er? Hvað rættur að fela gögnum tilkynningu þessara viðskipta? Það er góð spurning, sko. Þetta eru rafræn viðskipti í banka, þannig að sko, svo er búið yfirreira það sko fyrir sko í júni 2009 og þetta er í janúar 2011 sko, skilur, það er langur tími sem líður. Það er ekkert að finna á þínu heimilum viðskipti sem þessi og eins og ég ætla að byrja á hérna rétt áðan að þeir voru ekkert að leita. Ég var með sko í hilluðinni í Svefnbergi eða inn á Svefnbergsgangi, þar voru 3 fartölur. Einn sem ég hafði verið með í Búnabankanum sem var bara orðin outdated og 2 sem ég hafði notað í Landsbankanum bara þar til ég hætti, eða þetta er mjög sagt upp þar. Sko þeir verið að leiða mig út úr húsinu, þá spurði ég það að því. Ætliði virkilega að þú veist að fara með mig út úr þessari húsleit og eina sem þið takið með ykkur er sko Kindle lestalva sem að er ekkert þetta eiga við sko, þú veist, þú ert að lesa skáldsögur og eitthvað skemmtiefni, skilur. Það getur nú ýmislegt leynst. Hvað haldið að sé á þessu og splunkun í Apple-tölvu sem var bara í eigu fjölskyldunar, skilur, sem var nýkomin inn á heimilið og ég segi, ætli að segja mér virkilega þetta sé staðan, þetta sé það sem ég viljið taka með. Viljið ekki taka þessar 3 tölvur sem voru inn á Svefnbergisgangi og þeir hljótið af að sé það ef þið voruð að leita að ykkur. Þú bendir þeim á gögnin? Þegar það er að segja á græjurnar? Já, eina sem sko tengdi starfinu mínu sem var í húsinu. Þeir voru að græfa sín náttborðsskúfunum og þú veist bara líkuð í fataskápunum og eitthvað svona rugl sko. En þeir tóku þetta ekki sem að sanna náttúrulega þeir voru ekki að leita neinu. Og þeir voru bara með það og
og númer 2 að niðurlæða mig bara og veist og Þú heldur að það hafi verið markmiðið með þessari heimsókn? Algjörlega og í grunninn síðan kannski aðalástæðan að því að þetta var bara komið á RÚV mjög fljótlega, það er bara húsleit út á Seltjarnarnesi og af hverju allir það sé, að þessu sé lekið í fjölmiðla að því að þetta er nú bara inn í miðju íbúðahverfi og það verður engin varðveita nema nágrannakonur sem hringdi á löggun og skildi ekki að hverju löggan kom ekki því hún var náttúrulega bara stoppuð og þeir voru rauninni bara að vekja athygli á því að nú væri verið að ráðast á þessa bankamenn og nú væri verið að taka málunum og nú þyrfti Alþingi að drífa sig í því að setja upp einhverjar alvöru fjárveitingar í þessa stofnun og það ég er bara alveg 100% á því að það var ástæðan fyrir því að koma heim til mín. Þannig að eins alvarlegt og það er. Þú ert leiddur út, ferð aftur í yfirheyrslur. Hvað gerir svo í kjölfarið á svona máli? Sko, þetta var nú alveg kostulegt, sko. Ég að upplifa þetta. Auðvitað alls ekki góð tilfinning. Og bara, þú veist, þetta er brot á friðhelgi bara einkalífs. Þú veist, það er ráðist inn á heimilið, skilur þú bara leiddur út, þú veist, bara handtekinn og fjölskyldaðin er sko mitt líka og svo heldur þessi vilts áfram og þú veist það er farið með henni á Skúlagötu og þar er bara einhver svona fjölmiðlasirkus fljótlega fyrir utan og sko þú gast ekki einu sinni farið fram á salerni sko þá bara voru þeir allir á rúðunni sko að reyna að ná myndum að þeir og ég held að fæst af þessu fólki sem þar stóð sko líði vel með það hvernig það hagaði sér sko en svo hefst yfirheyrslan þarna og þeir byrja að lesa einmitt þessi mál, þessi 5 mál sem eru þarna sko, minn þátt í þessu öllu og ég veit ekki hvort það var vegna vanþekkingar þessar aðila á því hvernig hlutirnir virka eða hvort að þeir bara voru ekkert að spá í það að ég stoppa á bara í þessum lestri og segi bara sko hættið nú, þetta er ekki svona sko þó að mitt nafn sé á einhverju bráðabirgðanótu sem er út af einhverjum viðskiptum, þá segir það ekkert aðkomu mín að öðru leyti að þessu máli. Og málið er ekki svona vaxið. Þetta er banki sem er eigið þessi viðskipti og hann er reglum samkvæmt að koma í gegnum mig. Þú veist, hann verður að gera það og ég bara vinna mína vinnu og mín aðkoma er engin önnur. Og mjög fljótlega þá fannst mér nú eins og þeir keyptu þessa útskýringu þannig að það var svona hægt að yfirheyra mig. Þannig að ég satt bara mjög lengi inn í einhverju herbyggi og þar fór ég að spjalla við mannin sem var látinn sitja yfir mér sem var annar af sko lögregluþjónunum sem komu í yfirheyrsluna, í húsleitina. Bara viðkunnulegu maður og ekki kannski með sama rokan og starfsmenn sérstaks. Og þá hann fór að segja mér að sko þegar ég var viðstaddur sko undirbúningsfund fyrir þessar aðgerðir í morgun þá upplýði það nú að sko þú væri nú algjör höfuðburður í þessu máli og ég hafði svona ímyndið mér að þú væri bara einn af fyrstu mönnum í gæsluvarðhald. En fyrst að þú ert komin hingað og búin að sitja hér meira minna í allan dag, það gefur nú svona kannski vísbendingum að það hafi nú kannski ekki verið, það hafi ekki reynst rétt. Og við erum bara svona eitthvað að spjalla þetta og svo eiga sér stað einhver ég kallar eitthvað einu sinni inn í viðbúti í eitthvað stuttan tíma og það sem ég fer yfir bara þessar hluti eins og þeir horfðu við mér og fara með söguna og ég hafði gefið í til Deloitte og svo kom það bara alltaf smátt og smátt eftir þessum fleiri gögn kom inn í málið og það bara stemdi við það sem ég var að segja. Símagögnin stemdi við það sem ég sagði, tölvupóstar stemdi við það sem ég sagði, reglur bankans stemdi við það sem ég sagði og þetta bara púslaðist allt saman bara í heila mynd. Og það er kannski það eina sem eftir að segja jákvætt þann sem að stjórnaði rannsókninni eða þessari innrás þennan dag inn á heimili mitt er að sko hann leiði mér að fara út glugga þarna á Sæbrautarmegin á Skúlagötuhúsinu þeirra eða sérst höfuðstofnum þeirra þarna niðri gegn því að ég myndi hlaupa yfir á Hverfistinn og láta taka með mugshot og fingraför og þá mætti ég fara heim. Staðinn fyrir að fara út í gegnum sko fjölmiðlasirkusin sem var fyrir framann, sem var svakalegur. Sko. Að þú fórst út í gegnum glugga? Ég skreið glugga. Hver stýrði þessari rannsókn? Sveinn Ingiberg Magnússon. Hann stýrði úrslitinni
og tók ákvörðun að ríðast inn að þess að leiða mér að fara með barnið út á leikskóla áður. Þannig að sko, þetta var röng ákvörðun hjá honum og þetta var náttúrulega röng ákvörðun að mæta heim til mín. Það búið að sýna sig í dag og En þeir fara hins vegar með málið áfram. Þó að þú hafi gefið þessar skýringar og þó að það er nú komið í ljós að þú hefur ekki verið höfuðpaurinn, þá ertu dregin í gegnum dómskerfið og dómstólar komast að þeirri niðurstöðu að þú hafi verið sekur. Já, sko það sem er mörguleiti sérstakt í þessu er að sko málin sem enda fyrir dómi eru þetta svo kallar Ímon-mál og Azalea sem var í gegnum Luxemburg. Að sko þau voru ekki komið til sögunar þegar þetta er að gerast sko. Þarna eru bara einhver allt önnur mál í gangi og sem voru síðan öll felld niður. En sko það var sem sagt ég var yfirheyrður í júní 2009 út af Ímon og ég var yfirheyrður einu sinni viðbót sem sagt út af því máli og á Azalea málinu. Þannig að það voru rauninni bara 2 yfirheyrslur sem átt sér stað þessi 2 mál sem að ég er síðan dregin fyrir dóm fyrir. Og það var alltaf verið að halda því fram sko út af þessari löngu málsmeðferð. Þetta tók 4,5 ár sko áður en það er ákært sko. Þetta var svo flókið mál. Þetta var ekki flókið mál. Þetta varðaði bara, sakarefni varðaði bara 2 utan því viðskipti sem ég tilkynni, ekkert annað. Og brotið þá laut að því að menn hefðu verið að fjármagna þarna. Já, þetta var í markaðsmisnotkun. Var það að reyna að halda upp í verði bréfa bankans með því að búa til viðskipti á eigin reikning hans? Já, það var rauninni þannig að sko, það væri rauninni engin áhætta sem hefði flust af því að bankin hefði lánað fyrir svo eitthvað svona. Og svo var verið náttúrulega eldast við hinn sem voru lánamegin að það væri umbóðsvik. En það var engin dæmdur fyrir umbóðsvik. Þannig að það var rangt líka. Þau voru með hagsmuni bankans að leiðarljósi þegar þau voru að taka þessar ákvarðanir og það er bara eitthvað sem er bara fyrir utan mitt starf og ég veit ekki af hvað þau voru að gera sko. En svo, þetta fer fyrir dóm og það sem er kannski veist eins og ég var að lýsa, þetta er mjög einfalt mál. Þetta er bara 2 utan því viðskipti eins og þetta snýra mér. Það þarf ekki að setja inn sko 2000 blaðsíður af einhverju hinn og þessu, lánasamningum og dót og drasli til að sko gera dómorunum, sakborningi og þeim sem að málinu koma erfitt fyrir að sjá málið í heild, skilur. Það var bara sko þyrlaðu bríki, það var blásið út í gagnamagni til þess að bara, þú veist, láta þetta líti út eins og þetta væri eitthvað stórt. En það var rauninni sára einfalt og þessar 2 vikur fyrir héraðsdómi voru náttúrulega bara hálfgerður sirkus og bara hörmunga tími að upplifa. Og þú veist það er 2014. Það er 2014. Þetta eru nærri 2 vikur sem þetta tekur frá morgni til kvölds og allan tíman ertu með sko sjónvarpsmyndavélar eða ljósmyndara í handlitinu á þeir skilur og þú veitir henni eins og ég hef lýst áður annars staðar, tjargaður og fiðraðar bara hverjum degi og meittur, þú veist á þeim tíma áður en búið að dæma þið skilur. Það er ekki virt þessi regla sem er svona grundvöllurinn í réttarríkinu að þú sért saklaus þangað til að sekt er sönnuð sko. Í þessum prósess öllum, þú situr þessar 2 vikur með þessa skjala stapla í kringu þig. 17 möppur. Trúður því enn að þá að þú yrðir sýknaður eða var önnur tilfinning komin í búkinn? Fram að því var ekki einn maður, löglærður maður sem ég ræddi þetta við og þeir voru nú margir sem sagði að það er séns í helvíti að ég er sakvældur þannig að ég hefði ekki brotin í lög eða reglur eða neitt, ég hef bara farið eftir því, nákvæmlega eftir því regluverki sem mitt starf gildi og það væri ekkert í þessu máli sem að ég ætti að hafa áhyggjur af þannig séð. Þannig voru skilaboðin. En úr því að þetta tók þetta langan tíma og þú veist það að maður skildi síðan verða ákærður, það náttúrulega gerði það verkum að maður fór að hafa áhyggjur sko. Og þær áhyggjur minnkuðu ekki eftir að maður settist þarna sem sko þannig í héraðsdómi og fylgdist með bara
fólkinu sem var í dómnum og þá kannski sérstaklega dómsformanni. Vegna þess að maður fann það strax að það andaði bara mjög köldu frá henni. Og hver var dómsformaður þarna? Ragnheiður Haraldóttir. Og svo sá maður þá endanum, hún skilaði sératkvæði sem hún vildi sakfella alla og hún hefur nú þá, held ég, tölfræði á bakvið sig að hún eiginlega sýknar aldrei. Og sem eitt og sér mjög sérstakt. Af því það geta alltaf orðið mistök líka hjá saksóknurum. Þetta ekki bara svart og hvít, sko. Það þarf að nálgast þessi mál bara út frá þeim gögnum sem eru lögð fram, út frá sakarefninu sem eru í ákæru og dæmað eftir lögum og engu öðru. En það verðist ekki hafa orðið niðurstaðan þarna og það kemur fram í sko dómi Landsréttar núna í endurupptökunni um mér og ég ætla kannski bara að fá að lesa fyrir þig hérna. Það er eftir að vísa í dóminn þar sem að þú ert hreinsaður af þessum ávirðingum allar. Já, og dómurinn er skýr og hann er svona tölumertur upp í 100 og eitthvað liði. Þetta er liður 105 fyrir þá sem vilja hafa áhugaði að lesa sér til þetta. En það segir sem sagt hérna þetta atriði að ég er sem sagt sakfelldur sko fyrir að hafa tilkynnt og ekki greint markaðnum eins og sérstaklega hún orðaði í sératkvæði sko að mér hefði borið að tilkynna markaðnum þessa lánveitingu og allt þetta kjaftaði og ég held að ekki einu svona átt að segja á því sko. Tilkynningin í glugganum sem ég geri þegar ég smelli í hérna kaupöllina, þar bara sko hægt að setja inn sko þetta eru utanþingsviðskipti, þetta nafnverðið, þetta verðið sem viðskiptin eru á og ekkert annað sko. Þú getur ekki blokkað í kringum þetta? Ég get ekki skrifað einhverja ritgerð hvað í gangi sko sem ég veit ekki og það ekkert pláss fyrir það og það ekki gert ráð fyrir því. Enda segir hér í dómi Landsréttar í lið 105 hvorki lögum nr. 108/2007 né umræddum reglum var að finna ákvæði að upplýsa skyldi hvernig staðið hefði verið að fjármögnun tilkynntra viðskipta. Þá var það ekki ráðið að lögum eða öðrum gildandi reglum hvernig standa skyldi að því að upplýsa skilmála viðskipta af þessu tagi. Með öðrum orðum héraðsdómur að fella dómið mér þarna í einhverju lögleysu, bara að því bara. Það er ekkert lagaákvæði sem hann er til þess. Nei. Og það er ekki neitt lagaákvæði sem að leggur þá skyldu og herðar verðbréfamiðlar að sko vera að upplýsa eitthvað sem hún ekki veit sko. En segjum sér svo að saksóknari gerir mistök og ákæri mann sem að sé saklaus. Segjum sér svo að fjölskipaður héraðsdómur gerir þau mistök að taka undir sjónarmið, hinn röngu sjónarmið. Að þá erum við með annað dómstig á þessum tíma Hæstarétt Íslands, þetta er áður en að Landsréttur kemur til sögunar. Maður myndi nú halda að færustu lögfræðingar landsins sem að sitja í þessum háembættum að þeir væru þá allavega skráargatið sem úlvaldinn frá saksóknaranum kemist ekki í gegnum. Já, maður hefði alveg átt von á því og eru menn ekki bara þrælsekir ef allt kerfið kemst síendurtekið þessari niðurstöðu? Já, það er einhvern veginn svona læðist að manni, en sko ég ætla nálgast þetta svona. Sko, þetta voru ekki einu málin sem ég var að fást við fyrir dómstólum á þessum tíma því að slitastjórn Landsbankans fór fram með tvö tilhæfulaus mál gagnvart mér sem voru blásun upp líka og fóru annað er að fór fyrir héraðsdóm og Hæstarétt og hitt fór bara fyrir héraðsdóm og héraðsdómur sagði bara þetta, hvað er að koma með þetta mál gagnvart honum skilur, þetta á bara ekkert við hér og bara sýknaði með því. Hæstaréttur og héraðsdómur í hinum málinu sýknuðu mig bara completely og þau virkuðu á mann að því ég fylgdist með þessu öllu og var mjög djúpt inn í þessu. Ef þú heldur ykkur fram og getur ekki sannað það, þá er það ekki tekið gilt. Þú verður, sönnunarbyrðin er á þann sem sækir á því? Já, þannig upplifði maður það. Þannig að ég hafði svona, sko, af þessum samskiptum og svo í einu sigamáli sem fór bæði í héraðsdóm og Hæstarétt sem ég var líka aðilega að sko með fjárskipti að þá var það bara þannig. Ef þú heldur ykkur fram og getur ekki sannað þá bara gengur það ekki upp. Þú veist, maður hafði bara tilfinningunni já, svona á dómstóll að virka. Ég get ekki sagt eitthvað ef ég get, veist, og á þess að bakka upp og ná því í gegn. Það er bara stoppar þarna. En það var akkúrat ekki niðurstaðan í þessu máli. Þegar Hæstiréttur tekur það fyrir? Nei, og sama með héraðsdóm, þú veist. Og þeir fyrsta lagi
var það rauninni bara hræðileg upplifun að mæta þarna og átta sig á því að sko þeir voru rauninni alveg eins og maður hafði fekk á endanum tilfinningar með héraðsdóm að það var eitthvað skrítið í gangi af því að sko þegar málið er flutt og þá byrjar lögmaður annars af með ákærðu að flytja sína ræðu og það bara akkurat þegar 20 mínútur voru liðnar þá var bara staðið upp og sagði þeirri stopp og hann var ekki eins og hálfnað með sína ræðu sko. Hann fekk ekki að flytja hana meira bara, og það var bara svona hort á hann sko, bara maður bara velta fyrir sér býtið að fara að dæma hann hérna fyrir óvirðingu í réttinni eða þú veist ef hann ætlar að fá að halda áfram bara að fá að biðja það, skilur þannig var svona viðhorfið sko. Þannig að þá bara fekk ég strax á tilfinningunni þessi menn er ekki að hlusta á neitt hér sko. Þeir eru búin að ákveða hvað ætla að gera og svo kemur náttúrulega þessi dómur þar sem allir eru sakveldir og það er verulega þynging á refsingum og þarna er eitt atriði sem bara er alveg stórfurðulegt og ég skil bara ekki hvernig menn sem eru búin að vera þú veist að fara í gegnum kerfið eru komnir upp í Hæstarétt og eru njóta virðingar sem slíkir að þeir geti lyft sér svona vinnubrögð eins og þeir gerðu gagnvart mér og ef ég má lesa hérna upp bara það er verið að tala sko það er tekið upp atriði sem einhver hefur fundið í gögnum málsins drög að funda gerð svo kallar fjármálanefndar sem var í bankanum. Það voru svona 2 fastanefndir sem tilhörðu Sigurjóni og annar var lánanefnd þar sem öll lánamál voru afgreidd og ég var náttúrulega augljóslega ekki með aðganga henni. Sigurjóni bankastjóra. Já, og svo var það fjármálanefnd þar sem allir sem komu eða heyrðu undir hann mættu einu sinni í viku og það voru ákveðna setureglur sem giltu þar. Til dæmis bara að við 3 sem vorum sko með fyrstu 3 framsögunar, við vorum öll sko ekki með stöðu innherja í bankanum, heldur bara það var Edda Rós sem var með greiningadeildina og ég og svo Arna Jóns sem var með gjaldeyris og afleiðuviðskiptin og þegar við erum búin og okkar hlutverk er rauninni bara til kynningar, að fara í gegnum markaðina og veist já, rauninni bara svona kynningu og veist, þegar við erum búin þá yfirgáfum við alltaf þessa fundi, bara eftir svona klukkutíma, tæpan, kannski. Misandi eftir hvað var mikið frá að segja. Og það var ritari í þessari nefnd sem var Hannes Hafstein, lögfræðingur á lögfræðiráðgjöf bankans. Hans hlutverk var að ganga úr skuggum að þessum seturreglum væri fylgt eftir. Og þeim var fylgt? Já, og það var ekkert verið að sko gera ágreining þetta í héraðsdómi. Þetta var bara tekið gilt. En í Hæstarétti allt í einu fara þeir að velta þessu fyrir sér og skoða einhvern drög og það er ekki, sko drög eru bara drög og það voru bara 2 blaðsíður af 3 þannig að vantaði 1 blaðsíðu og það var engin undirritun. Þetta var bara eitthvað sem hafði fundist í kerfum bankans og verið prentað út sko. Og þeir sem sagt taka þessi drög og þessi texti kemur fyrir í Hæstaréttardómnum sem er 456/2014. Þrátt fyrir að gert var ráð fyrir því í lýsingu á starfsháttum nefndarinnar sem ákærði Steinþór hefur lagt fram hér fyrir dómi að hann sæi á fundum hennar kynningu verðbréfamiðlunar og viki að því loknu brott var hvorki fært til bókar af honum enda þótt bóka hafi verið að 3 fundamanna hafi gert það verður því lagt í grundvallar að hann hafi setið fundin til enda og maður velti fyrir sér sko hvernig er þetta að komast að þeirri niðurstöðu út frá einhverjum drögum að funda gerð þar sem ekki er sagt að ég hafi vikið að fundi en reglurnar segja ég hafi gert það og það er rauninni sko það liggur ekkert fyrir að ég hafi ekki gert það. Varst þú eða eitthvað vitni á einhverju tímabúti hvatt til vitnis það? Nei og við gátum ekki varist þessu fyrir Hæstarétti. Þetta kemur bara upp úr? Þetta kemur bara í dómnum. Þeir bara rauninni að finna sér málsástæð til þess að gera það sko undirbyggja sakfellingu og þeir snúa sýknu í sakfellingu í múlmálunu og sem verður síðan til þess á endanum að þeir eru uppvísir að því að hafa brotið regluna millilegalausa sönnun fyrir dómi og sem að Mannréttindadómstóll Evrópu í samkomulaginu við ríkislögmann þar er það viðurkennt að þessir virðulegu hæstaréttardómarar
hafi brotið málsmeðferðarreglu millilegalausa sönnun fyrir dómi og að auki Viðar Matthíasson sem átti þarna einhverja 10-20 milljón króna stöðu í Landsbankanum var vanhæfur, augljóslega. Hafði orðið fyrir tjóni í hruninu. Og það er sko meira sem tekið fyrir, það er í texta í dómnum sko að viðkomandi ákærðu hafi valdið hlutum stórum sem smáum tjóni, skilur. Og býtum hann er raun að vísa til sjálfsins í þessum dómi. Stór eða smár. Stór eða smár. Ef við gerum langa sögu stutta, þú hefur alla tíð haldið fram sakleysiðinu og þú tekur þennan slag áfram að veikum eða miklu mætti. Þetta fer fyrir mannréttindadómstól og þetta fer fyrir endurupptökudómstól. Og í þeim skrefum sem þú stígur, sem taka mjög langa tíma, þar ertu hreinsaður af þessu. Niðurstaðan er svo að þú ert 2014 og 2015 dæmdur til fangelsisvistar, er það ekki rétt munað hjá mér? Jú. 9 mánuði. Hvað getur útskipt fyrir mig, hvernig afplánar svona refsingu? Hvernig er það að setjast á sakamannabekk og afplána svo refsingu vitandi það að þú ert saklaus? Það er bara mjög vond tilfinning. Það er svoleiðis. Og það var nú það fyrsta sem ég sagði nú við þessa manneskju sem hringdi í mig frá Fangelsismálastofnun að það eftir að koma í ljós síðar að ég væri saklaus að þessu máli og það, ég ætla ekki að álasa henni fyrir það, en það heyrir þetta fólk örugglega oft í þessari stöðu, sko. En það reyndist rétt sem betur fyrir að ég náði því fram að þetta að vera sýknaður af þessu öllu. En þetta var vond og niðurlegandi, upplifun. Og það fylgir þessu skömm, það fylgir þessu, þú bara einhvern veginn, sko, það er ekki að lýsa því, sko. Þetta er svo óþægilegt, sko. En ég var sem betur fer, og ég segi sem betur fer vegna sem margir fyrrandi vinnufélagi mínir og annars staðar úr öðrum af markaðunum þurfti að fara inn. Ég þurfti það ekki, en ég fekk að taka mína refsingu út í samfélagsþjónustu upp í Rauða krossi og það mátti ekki, sko, þetta þurfti að vera 360 klukkutímar en það mátti ekki vera minni tíma heldur en heila ári, eða tæpu ári. Þannig að, sko, á þessum tíma þá var ég að klára MBA-nám upp í HR og það er nú svona verið með væntingar það, þú veist að maður er í sýknaður og nú væri maður bara að fara að reyna að koma sér aftur í gang og bara að fá vinnu, skilur. En þú augljóslega ferð ekki og sækjur vinnu einhvers staðar þegar þú ert, sko, komið með dóm og þú ert að afplána og það tekur heilt ári viðbót, sko. Þannig að, þú veist, og það bættist ofan og líka, sko, maður var alltaf að reyna að koma sér í eitthvað en þessar hurðir voru alltaf lokaðar og ég man bara samtal sem ég átti við sko svona headhunter sem var mjög reynslumikil sem að mága minn kom mér í sambandi við og hann sagði bara Stefán minn, þetta er bara því miður, ég get ekki hjálpað þér. Menn í þinni stöðu, þeir fá bara ekki vinnu við hæfi í dag, það er bara staðan og ég sé það ekki breytast neitt á næstunni. Þannig að ef þú þekkir ekki einhvern sem að getur tróðið þér einhvers staðar inn bakteríamiðin í eitthvað svona minni áttar, að þá verður þetta bara erfitt, sko. Þannig að þú ert að afplána einhvers konar tegundar refsingu allan þann tíma alveg frá því að þú lendir í húsleitinni og já, ég spyr, ertu enn að afplána þennan dóm þó að þú hefur verið hreinsaður af þessu? Já, ég held að það mun ekki breytast úr þessu. 2009 er ég myndi bara segja að það var ekki einu sinni ofsögum sagt að ég hef verið eftirsóttur starfsmaður í þessum geira. Af því að ég hafði verið mjög farsæll og verið með góða menn með mér sem að sumuleyti bara ólust upp í þessu starfi hjá mér og hafa verið mjög farsællir sjálfur síðan. En það hefur ekki, sko, sum fyrirtæki eru með það bara í, sko, reglum hjá sér að, sko, 10 árum eftir dóm tökum við ekki fólk í vinnu, skilur við. Mm-hmm. Og alls ekki meðan það er í einhverju ferli, skilur við. Og þó þetta, fólki finnist ekki 9 mánaða dómur eitthvað alvarlegur dómur, þá var hann bara jafn alvarlegur og 5 ára fangelsi, skilur við hvað þetta var. Þú fær bara rautt spjald, þú átt ekki kost á að fá vinnu við hæfi og það geta allir speglað sig í því, sko, að vera í fógdýrum málaferlum þar sem að sko
kerfið hannað fyrir þá sem vinni í því en ekki fyrir þá sem þurfa að nota það og allir takstar sko ruku upp hjá þessum sem að vinna í kerfinu að geta svo ekki unni fyrir þér sko en þurfa að standa í þessu líka. Þannig að það hlýtur að hafa gríðarlega áhrif á fjárhag manna að þurfa að grípa til varna. Þú hefur varið vantilega tugum milljóna ef ekki meir í þessa vörn. Já, í öll þessi mál þá það í 20 milljóna og svo það ákveðslega að fyndið að sko þeir að búið að sýkna þig peningarnir sem að þú sko borgaðir og þér var hótað sko að það búið upp húsið á þér ef þú borgar ekki að þeim ekki eins og skila á sama vel eða sko farið til velas í dag ég tapaði einhverjum 2-3 milljónum á því vegna þess að þeir taka fjárhæðina sem að þú greitir á sínum tíma þeir vaxtareiknana staðinn fyrir að setja hana bara á sama vela og þannig ég fá hana þannig og svo vaxtareiknana og taka svo sko fjármagnstekjuskatt af vaxtareikninu þannig að sko þú veist ég tapaði einhverjum 2-3 milljónum bara á því að hafa borgað þetta með að þá fjárhæð sem ég fekk svo tilbaka. Það sem þú borgaðir í bara sem sagt dæmt það sem þeir dæma að ég þurfa að borga þetta í málsvarnalaun og svo framvegis og það var sem sagt það var bara þetta 2-3 milljónir króna gat í endurgreiðslu. Þú situr eftir sem áður með tjón. Já, bara með tjón. Bara til viðbútu allt hitt sko. Annað atrið, þú sendir fjölmiðlum pillu núna þegar þetta liggur fyrir. Það var auðvitað mikið fjallaðið í fjölmiðlum. Ef maður googlar þig, eins og maður segir, þá koma þessi mál upp vítt og breytt í kerfinu. Þér finnst fjölmiðlar ekki sýna þér þá sanngirni sem vera ber? Nei, ja, svona, mér hefur verið þetta hugleikið sko dómur fellur þarna í apríl og það er einn blaðamaður frá Vísi sem situr í salnum þegar dómsuppsaga á sér stað. Ég satt ekki í salnum vegna þess að Landsréttur með þetta þannig að það hefur verið að lesa upp sko öll mál bara í röð og það mikil fjöldi og Almar sko sagði bara ég skal mæta. Lögmaðurinn. Já, verð þú bara heima. Þetta bara þannig umhverfi að það er ekkert gaman að ef maður fær kannski ekki dóminn sem maður að bíða eftir. Þannig að við vorum mér leiðir reyndar sko þannig að ég væri að fá góðan dóm vegna þess að ég hef kannski yfir sagt áður ég unnið að selja allæfi skilur og er góður í því og partur af því að vera góður í að selja er að geta lesið þann sem þú ert að tala við og það var svo svart hvít sko hvernig héraðsdómur, Hæstiréttur horfðu til okkar og hlustuðu á verjendur flytja. Þarna sá maður bara raunverulegan áhuga á því hvað var verið að segja og það var verið að skrifa hjá sér, það var verið að sko gera komið spurningar og það var bara augljóst að það bara var verið að eða sko allavega leið mér þannig, þau hafa áhugað því að sko komast í botns í þessu máli, ekki bara fyrirfram ákveðin með einhverja hugmynd sem bara skal verða, sama hvað. Þannig að það var svolítið önnur upplifun að þessu leyti. En ég týndi því hvað varst með fjölmiðlana. Já, með fjölmiðlana. Þeir hefðu sko færslan sem ég birti núna með sko viðtalinu í viðskiptablaðinu var eitthvað á þá leið að sko þegar það er búið að tjarga þig og fiðra, þú veist, í nærri áratug í öllum fjölmiðlum, öllum miðlum, þú veist, á netinu, pappírnum, sjónvarpsfréttum, þú veist, það voru mjög margar meiðandi fréttir, þú veist, RÚV kom til dæmis með sko á þennan 13. janúar 2011 þá komu þeir með sko svona kreditlista sko, þú veist, bara svona stóran á sjónvarpsskjánum sko sem fór í gegnum allt sko öll nöfnin, þessi 19 sem voru til rannsóknar í þessum málum sem voru felld niður og þeir fluttu sko endalausar fréttir sko og þetta var allt blásið upp og það var alltaf mikil vilji til þess að sko og sérstaklega hjá þeim og það var svona eiginlega eins og þeir væru bara PR-stofa sérstakssaksóknara, væru bara raunin í samstarfi við hann og það ég teki eftir að það hafa aðrir sett færslur það að það hafi til dæmis verið eitthvað sem þeir starf rannsaka þegar að upplýsingum úr var það ekki Glitnibanka var lekið yfir til RÚV og það var allt í einu búið að eyða öllum tölvupóstum hjá sérstökum og serverinn farin á haugana og
þeir átt að fara að skoða það. Já. En síðan í apríl þá hefur rauninni enginn nema Vísir og Viðskiptablaðið flutt fréttir af þessum dómi. Sem sagt þangað til að ég birti þarna föstudaginn 3. október 2025 sem er 17 árum eftir að atburðir gerast, birti færslu, þá kemur bara fín umfjöllun í Vísi og svo kemur Mogginn birti nú ekki fyrir bara daginn eitthvað smá og svo Viðskiptablaðið. En það er athyglisvert með Ríkisútvarpið. Það er bara eins og þeir séu bara í einhverju öðru sólkerfi. Þeir birta enga fréttir af því að ég hef verið sýknar á atburðum sem þeir fluttu mjög mikla fréttir og meðandi af mér og meðal annars fluttu þeir fréttum þennan 13. janúar að ég væri komin í gæsluvarðhald klukkan 10 kvöldi þá kom bara frétt á RÚV, Steinþór Gunnarsson leiddi fyrir dómara og komin í gæsluvarðhald sem var náttúrulega bara alls ekki rétt. Ég á komin heimtíminn á þessum tíma og eins og ég sagði þér fyrir að gamall vinur minn hringdi í mig og bara Steinþór, það er fréttum að þú sért komin í gæsluvarðhald. Hvað er í gangi hérna? Og það var ekki leiðrétt fyrir neitt upp úr miðnætti og þessi fréttir rataði náttúrulega í aðra fjölmiðla og var komin á prent. Það sem var ekki hægt að leiðrétta skilur að því fællin var farin í brent meðal annars hjá okkur. Já, meðal annars Moggan. Og ég benti á bara í þessari færslu sem sagt að þegar þú ert búin að djarga og fiðra fólk kjöldraga það bara í áraraðir út á eitthvað sem opinberar stofnanir hafa haldið fram sem reyndist ekki rétt. Þá hlýtur það að vera svona eðlileg krafa að það sé leiðrétt þá með sambærilegum hætti, með jafn áberandi hætti og áður var gert til þess að meiða. Og það er ekki, eins og segja, það er ekki, þeir hafa ekki fundið að hjá sjálfum sér að gera þetta og þeir hafa heldur ekkert beðið með afsökunar á því að flytja ranga fréttum að ég væri komin í gæsluvarðhald sem ég veit að var byggt á framburði ljósmyndara og blaðamaðurinn sem að skrifa þessa frétt hafði ekki fyrir því að fá sem henni bar að fá heimild númer 2 til þess að staðfesta. Fjölmiðla ljósmyndara? Já, hún var sem sagt með heimild frá ljósmyndara að þetta væri ég, en þetta var annar starfsmaður bankans og hún hefði nú bara getað leyst málið með völdum hætti með því að hringja bara heim til mín af því ég var þar. Mér brá dálítið við því ég las fyrir nættu viðtal í Viðskiptablaðinu, þú segist ekki mönnum fyrirgefa þessum mönnum. Nei, það er ekki hægt. Ég á þessum árum þessum 17 árum sem eru liðin þá er ég náttúrulega búin að lesa ég er búin að lesa öll málsgögnin þessi 5 mál sem voru felld niður. Það er sem cirka 2000 blaðsíður hver fæll pluss mínus 100-300 blaðsíður kannski upp á við og ég er bara búin að sjá bara hvernig vinnubröðin voru og vinnubröðin voru þannig að það er ómögulegt annað en að þessi menn hafi verið í vondri trú. Þeir höfðu öll gögn endalausa framburði sem þeir voru að reyna að snúa endalausa framburði að svona var þetta eins og ég hef sagt en þeir bara vildi ekki þá niðurstöðu og þeir voru augljóslega gegn betri vitund að fara á eftir mér og ákæra mig sennilega í þeim tilgangi bara að viðhalda þessu rugli að þeir fengi næga fjárveitingar og sína að það væri nú verið að taka á svo fólki og sumir lögmenn hafa nú sagt við mig að þetta hafi nú verið í mörgum málum þannig að þeir hafa verið með mjög hæpinn grundvöll en treyst bara á gott veður hjá dómstólum sem að sannarlega var til staðar. En ef þeir biðjast fyrirgefningar? Já, ég myndi taka það til athugunar en ég á bara alls ekki vona því og með að við hrokan og maður er búin að fara og eiga samskipti við þetta embætti til þess að komast í gögn og mínu upplifun er bara ekki góð þeim þeir eru bara þeir misbeittu valdinu sem þessu mikilvæga valdi sem þeim er falið að saksækja borgarana og það er eins og það skiptir bara ekki máli og við verðum sem þjóð þá verðum við að fara að gera okkur grein fyrir því að
ef að það er þannig og á að vera þannig endalaust, við getum bara spólað tilbaka það, af því að sko þetta mál er búið að taka 17 ár. Ef við tökum bara, það er nú sennilega ekki mörg sakamál sem hafa tekið lengri tíma, sennilega bara Guðmundar- og Geirfinnsmáli sem tók 40 pluss, alveg hræðilegt mál og ég er ekki að líkja mínu máli við það þannig, en í grunninn er ég að líkja því saman að því leitum til að þar varði einhvers konar kerfishrun, kerfið brást, það var farið illa með þetta fólk, það var ekki sannað neitt, dómstólar stóð ekki í lappirnar og þetta tekur þetta langa tíma og endanum er sko þeim sem eftir lifa bætt og ættingjum þessi hörmung, en síðan 2008 verður aftur kerfishrun sem að snýr þá að bankamönnum og þar gerist þetta bara aftur vegna þess að það er ekki þetta til staðar, það er ekki til staðar kerfi sem hefur eftirlit með því hvernig opinberar stofnanir ef að það verður á, og ég er ekki að segja að það sé allt vísvitandi, en þeim verður líka á. Það er bara þannig, það er ekki bara í löggunni eða hjá saksóknunum er ekki bara fólk sem að ég gerir ráð fyrir að meirihlutinn sé heiðarlegur og gott fólk, ég þekki bara fullt af löggum sjálfur og ættingjar sem vinna við þetta og veita þessu leys. Það er heiðarlegt fólk upp til hópa, en það er inn á milli í þessu eins og annars staðar í þjóðfélaginu fólk sem að það bara ekki. Og ef við ætlum að láta það vera þannig að það sé aldrei skoðað og það sé aldrei tekið á því þegar valdi er misbeitt, þá náttúrulega bara endurtekur þetta sig aftur og þá spyr ég bara, hver er tilbúin til að vera næstur, að vera sóttur heim til sín saklaus og gangi gegnum svona svipugöng og bara láta eyðileggja bestu ára ævinnar, þú veist. Eins og ég upplifi, ég er 42 þegar þetta hefst og ég er að nálgast 60, skilur, og þetta er svona að vera bestu árin, maður var honum skuldlaus og ætlaði bara að fara að stíga út úr þessu og fara í eitthvað þægilegra, eða ekki vera í framöndanum, en svo er það bara tekið frá þér. Og ef að Alþingi ætlar ekki að gera neitt í þessu og þetta fólk sem situr þar í dag, þá finnst mér bara að þau ekki vera að starfa í sínu vaxinu og þetta finna sér eitthvað annað að gera. Þannig að þetta er svo grafalvarlegt að við séum hér með kerfi sem að það verður bara reglulegt kerfishrun í. Út af því að það er enginn sem að, eins og Almar sagði um þetta, hver á að geta varðana? Það er ekkert svolítið system í gangi sem að virkar að einhverju viti. Það þarf að taka betur á því og þar hafa fjölmiðlar að sjálfsögðu hlutverki að gegna. Já, þeir eru náttúrulega sko fjórða valdið og í þessu máli brugðust þeir því miður. Þarna áttu þeir að veita dómstólum, saksóknurum og öllu þessu kerfi aðhald, en það því miður og svo skylda hvílir fastar á ríkisfjölmiðlum sem á að geta hlutleysis og það er það ekki lögbundið, held ég. Og það er einhvern veginn ekki staðan þar, sko. Það er bara eitthvað dagskrárgerð í gangi sem bara hentar út frá, þetta er eiginlega hálfgert starfsmannafélag. Þetta er ekki hlutlaus ríkisfjölmiðl. Gamall lögreglustjóri sem fer fyrir stofnuninni. Steinþór Gunnarsson, þakka kærlega fyrir að segja okkur þessa átakanlegu sögu og gangið vel í framhaldinu. Þakka fyrir. Platón sagði í síðustu dögum Sókratesar að það væri að tvennu illu, skárra að vera dæmdur saklaus maður heldur en sekur. En þessi frásögn dregur þó upp mynd af því að það er einmitt það sem má ekki gerast. Við verðum að forðast það í lengstu lög og beita öllum þeim brögðum sem við eigum til þess að koma í veg fyrir að saklaust fólk sæti fangelsisrefsingu. Þið getið rétt ímyndað ykkur hvernig er að lenda í því. Það er ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn. Þetta er orðin langur og strangur þáttur. Við þökkum ykkur samfylgdina. Rétt í lokin langar mig til að minna ykkur á bók mánaðarins í bókaklúbbi Spursmála. We need to talk about C. Þar sem við erum að kynna okkur sennilega valdamesta mann í heimi, Xi Jinping, sem Halla Tómasdóttir forseti Íslands hitti fyrr í vikunni. Góða stundir.